Ég býð ykkur velkomin til 655. fundar bæjarstjórnar og segi fund settan. Það eru 11 mál á dagskrá. Það eru 4 til kynningar en 7 til staðfestingar. Við göngum til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá fundargerð 1224. fundar bæjarráðs sem var haldinn 27. ágúst. Orðið að laust fundargerðina. Ef enginn kveður sig hljóðs, þá umræðan lokið þess að staðfestan mjög svo ekki að merkja. Takk fyrir. Hún staðfest með 8 atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundargerð 1225. fundar bæjarráðs sem haldinn var 3. september. Orðið að laust fundargerðina. Anna Sigríður gjör svo vel. Forseti, ég kan koma hérna upp og segja nokkur orð 4. lið á dagskrárfundarins, umræður vanda flóttamanna frá stríðshrjáðum svæðum. Og bara endurtaka í raun og veru ánægju orðin sem ég falla á fundi bæjarráðs þegar þau var samþykkt með 3 atkvæðum og allir áheyrnarfulltrúar voru sammála þessu líka að fela bæjarstjóra og koma á framfæri við velferðarráðuneytið Vilja Mosfellsbæjar til þess að taka á móti flóttamönnum. Jafnframt samþykkt að fela framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs að gera minnisblað hverju þurfa að huga í tengslum við slíkt. Ég geri náttúrulega ráð fyrir því að við þurfum að bíða með fóðalega lengi eftir þessu minnisblaði frá framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs og vonast í raun og veru eftir því að við fáum að sjá það í næstu viku. Ég ætla svo sem ekki að hafa neitt voðalega mörg orð með þetta, bara, við höfum heyrt í umræðinu að fólk að segja að við eigum að líta okkur nær, við eigum ekki að láta aðra að hjálpa fólki í neyð út í heimi. Auðvitað það þannig að það eru einstaklingar á Íslandi sem hafa það ekki nógu gott, en það fólk yfirleitt ekki í bráðri lífshættu eða verður fyrir sprengjuárásum eða eitthvað þess háttar, eða þarf að fara yfir haf til þess að reyna að komast í öryggi. Og það bara þessi sameiginlega mennska sem segir okkur að við eigum að gera það sem við getum og ég bara segi aftur, ég mjög ánægð með hvernig bæjarráð tók á þessu máli á þessum fundi. Takk. Haraldur gjör svo vel. Það sé framhaldið þessu og undir þessum lið, ég vildi bara upplýsa það að þetta mál var á dagskrá í stjórn SSH núna á mánudaginn var. Það að segja hugsanlega móttaka flóttamanna af sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu og þar voru stjórnarmenn sammála það að nálgast þetta verkefni eins og hægt væri sameiginlega. Það að segja að það örugglega til mismunandi lífsfarsar í orðað þannig í sveitarfélögunum hvað varðar móttöku flóttamanna. Sumum sveitarfélögum til dæmis væntanlega til húsnæði sem í öðrum ekki, en kannski önnur gæti þá tekið að sér hugsanlega einhverja aðra þjónustu kringum þetta. Ef að þannig vill verkast og það var samþykkt að fela félagsmálastjórunum að hittast og til þess að fara yfir sameiginlega hvernig hægt að gera þetta best úr garði hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég segi ekkert heldur þegar að flóttamenn frá stríðshrjáðum ríkjum koma hingað til lands. Anna Sigríður gjör svo vel. Ég má til með að koma einu sem bara og fagna þessum upplýsingum sem bæjarstjóri var að koma með inn til okkur samstarfið innan SSH. Ég held einmitt að svona verkefni tilvalið og mjög gott að hafa sem víða samstarf við nágranna sína. Þannig að ég bara mjög lukkuleg með þessi skilaboð sem bæjarstjóri bar okkur. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bryndís gjör svo vel. Haraldsdóttir. Ég tek undir það sem bæði fulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir sagði hér áðan og bæjarstjórinn Halldór Sverrisson fór yfir varðandi umræður vanda flóttamanna og hvað við erum tilbúin að gera hér í Mosfellsbæ.
og ég tek undir það, ég held að það sé gott að vinna þetta sameiginlega á vettvangi sveitarfélaganna hérna á höfuðborgarsvæðinu. En mér langaði líka að taka til máls undir lið nr. 7 í dagskránni sem heitir innkaup á skólavöru og bara aðeins að koma inn á þá umræðu sem átti sér stað inn á bæjarráðsfundinum svona í ljósi þess að nú eru skólar að byrja og þá hefst þetta hefðbundna undirbúningur fyrir það sem felur í sér að foreldrar fara með börnunum og kaupa skólavörur í upphafi skólaárs. Það hefur verið ýmis umræða þessa liði, bæði í samfélagsmiðlum og í fréttum og kostnaður varðandi þessa liði og annað þess háttar. Við bókuðum hér bæjarráð að fela fræðslunefnd að fara yfir hvernig staðið að innkaupalistum hjá grunnskólum bæjarins og sérstaklega þá verið horft til hagkvæmnis og umhverfissjónarmiða. Og einnig var ályktun Barnaheilla send fræðslunefnd, en Barnaheill hafði sendt frá sér ályktun núna fyrir nokkrum dögum síðan. Mér langaði bara aðeins að hnykkja á þessu og sérstaklega hef ég mikinn áhuga á þessu umhverfissjónarmiði. Ég tel að það sé töluvert mikil sóun í þessum efnum, það er að segja það sem verið að kaupa stílabækur sem koma svo hálfnotaðar eða lítið notaðar heim og þurfa oft bara að fara í endurvinnsluna. Þannig að án þess að við séum svo sem hér að segja skóla yfirvöldum nákvæmlega fyrir, þá held ég að sé ágætt að það komi þau skilaboð hér frá okkur að við viljum að þeir horfi á þetta og leitist við að gera þetta eins hagkvæmt og umhverfisvænt eins og kostur er. Mér langaði líka að taka til máls undir lið nr. 8 í fundargerðinni. Á ég að halda áfram forseti eða? Já, gera það bara. Í lið nr. 8 er liðurinn heitir lýðræðisstefna Mosfellsbæjar, en þar var bæjarráð að samþykkja framkvæmdaráætlun lýðræðisstefnunnar fyrir árin 2015-17 og ég fagna því mjög. Ég held að við höfum átt hér mjög gott samstarf það að endurskoða lýðræðisstefnuna sem var samþykkt fyrir fyrr á þessu ári og núna framkvæmdaáætlunina og ég hlakka bara til að vinna í samræmi við framkvæmdaáætlunina. Og ég held að það sé verið hægt að horfa til okkar hér í Mosfellsbæ hvernig við höfum tekist á við þetta. Við erum eitt af fyrstu sveitarfélögum sem að mörkuðum okkur lýðræðisstefnu og gerðum það mjög lýðræðislega í samvinnu við íbúa og nú erum við búin að endurskoða hana og komum með þessa framkvæmdaáætlun og okkur langaði mikið við bókum þarna að fela forstöðumanni þjónustu- og samskiptadeildar að koma með tillögur framkvæmd lýðræðisvikunnar 2015 sem er samevrópsk vika helguð lýðræðismálum. Og ég vænti þess að við hér í Mosfellsbæ getum gert eitthvað í þeirri viku og vakið áhuga íbúa á vikunni og áhuga íbúa að taka þátt í umræðum samfélagsmál og það sem það fyrir okkar sveitarfélagi. Ólafur Ingibjörnsson. Ég ætla aðeins að taka aðeins að bakka aftur og það í mál nr. 7 sem var hér Ég finnst gott að sjá hvað ráðfólk vel á þessu máli og sendir þetta til hræðslunnar til þess að vinna að og það var dreipið hérna okkar allir og Bryndís myndist á að til sóun sem þessu ég tek alveg hausöður undir það er svona mín uppstöðun að skólagöngu barnanna minna. Mér fannst þau alltaf fundist þessi magn listar sem hafa komið á haustið, þetta séu alltaf mikið sóun í þessu, ómarkviss innkaup og þá komum við líka þessum að þetta er umhverfissjónarmiðið, þetta er mikið plast og pappír sem að þarna fer til spillis og spillir síðan umhverfinu. En það er líka annað í þessu sem ég hefur svolítið hugsað yfir, það er árið 2015 að það eru tæknibreytingar. Ég hef oft verið að hugsa að þetta er þörf á öllu þessum pappír, öllu þessu efni sem við erum að nota. Er ekki kominn tími til að þessi líka að skoða kannski að breyta kennsluháttum, hvernig er unnið í skólanum, með hvað er unnið og svo framvegis. Ég held að við séum að nota allt og mikið af pappír og slíku dóti og gætum alveg því að bara endurskoða hvernig við vinnum í skólanum, gert mjög betur en þessu öllu. En það var svo sem áskorun Barnaheilla var líka vísað í heilagi til fræðslunefndar og þar eru ekki bara talað þessa innkaupalista, þar er líka minnst á það starf sem tengir skólanum og frístundastarfi sem er oft æði kostnaðarsamt fyrir foreldra að taka þátt í og við býðum svo í grunn að mjög margir efnaminni foreldrar
þurfi æðu ofta að velta því fyrir sér hvort að börnin geti tekið þátt í því starfi sem er boðið upp á í skólunum en þurfa síðan að borga ansi dýru verði. Þannig að þetta er atriði sem það þarf að skoða og mér finnst að fræðslunefndin ætti raunverulega að skoða það sérstaklega hvað gjaldtaka er mikil af foreldrum vegna grunnskólabarna í allskyns ferðir og starf á vegum skólana. En ég vona sér bara að þetta mál fái góða skoðun og góða umfjöldun í fræðslunefnd og helst vildi ég sjá að upp að næsta skólaárs að þá verði ekki foreldrar í löngum röðum með stóra innkauparlista í ritfangaverslunum og enginn þurfa að vera að hugsa yfir því hvort hann að láta börnin sem taka þátt í einhverjum viðburðum á vegum skólum. Takk fyrir. Fleiri sem óska eftir að taka þetta máls, annars séu þú Guðsvör. Ég glemdi tölvunni minni. Þetta er sama mál, innkauparlistanir. Sumir númer 7? 7, já. Númeri skipta kannski ekki öllum? Nei, bara, þú veist hvað ég ætla að vera að tala um. Mér langar aðeins að bara, gott bæði hjá bæjarfulltrúa Bryndísi og bæjarfulltrúa Ólafi, varðandi tillögur, áskorun barnaheilla, þá er það áskorun gjaldfrjálsan leikskóla, grunnskóla. Það eru þegar allavega grunnskólar á Ísafirði sem að útvega sínum börnum, þau námskeið sem ætla sér til að annars staðar séu keypt. Ég held að við erum að skoða þetta mjög vandlega, ekki bara út frá öllum þessum hliðum sem að nefnd voru hér, öllum þeir hliðum sem nefndar voru hér áður, heldur líka bara út frá svona jafnræði skólabarna. Og þannig að börn séu svona í því verndaða umhverfi sem skólinn á náttúrulega vera fyrir börnin okkar, að það sé til dæmis ekki mikið merkja samkeppni og slíkt, heldur séu börnin bara með sams konar stílabækur og dótar í sem er verið að óska eftir. Ég held að það sé líka einn punktur sem ætti að skoða í þessu. Já, ég ætla ekki að sjálfum mér orðið. Ég fólk að Og síðast í ræðum að kveikta aðeins í mér að varðandi merkjavöru og þá hélt ég hún alltaf að fara að tala skólabúninga og þannig að þar er ákveðin samkeppni, bara koma því að og það er kannski eitthvað ef það er verið að skoða hlutina í þessu samhengi að þá er það kannski eitthvað sem er ástæða til þess að ræða. Ég er ekkert endilega að segja að ég sé sérstakur aðdáandi skólabúninga. Það er málið snýst ekki það. En ef það er verið að skoða hlutina í víðu samhengi, þá skulum við gera það í víðu samhengi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls fundargerðina, Sigrún gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Já, mig langar að taka til máls stuttlega hér eftir nokkrum liðum. Það eru sem sagt mál númer 4, umræður vanda flóttamanna frá stríðshrjáðum svæðum. Það mál er náttúrulega í farvegi en vegna þess að hér í Mosfellsbæ spannst upp mikil umræða þessi mál á Facebook og þar sem svo umræði hefur reyndar ekki bara verið á Facebook, heldur líka í blöðunum hvort að Íslendingar hafa yfir höfuð eitthvað efni á því að styðja flóttamenn. Langar mig að lesa texta upp úr vísi frá árinu 1939 ef að þú leyfir mér það, ágæti forseti. Er það mjög langur texti? Nei, hann er bara mjög stuttur. Og ég held þetta svona, já, bara til þess að brýna okkur svolítið í því hvað þetta mál snýst. Þess vegna ætla ég að lesa. Það, sem sagt, hann byrja svo, það geta vissulega allir verið sammála að þýskir gyðingar hafa verið miklu harðræði beittir
og hafa fulla þörf fyrir hjálp. Alveg sérstaklega gildir þetta börnin sem verst þola erfiðleikana og hafa minnsta getu til að bjarga sér. En hins vegar jafnframt að minnast að möguleikar okkar til aðstoðar eru þeim takmörkum bundnir að hjálpin verði ekki á kostnað þeirra einstaklinga hjá okkur sem ekki eru síður þurfandi fyrir aðstoð. Þótt það sé gott og göfugmannlegt að hjálpa útlendu fólki stendur hitt samt vafalaust nær að hjálpa fyrst þeim sem eru þess þurfandi hér. Og ég held að við getum notað þetta svolítið sem lexíu í þessu máli. Við vitum öll hvernig fór fyrir gyðingum í stríðinu og við vitum öll að Íslendingar voru ekki meira en svo hjálplegir við þá flóttamenn sem vildu koma til Íslands. Við skulum ekki láta söguna endurtaka sig. Og það var það sem ég vildi segja þetta mál. Mig langar líka að forvitnast hjá formanni skipulagsnefndar, það mál 5, fyrirspurn til bæjarráðs fyrirkomulag gatna og framkvæmdir á Ásum 4. Ég óskaði eftir því á síðasta fundi að það yrði að jarðfræði svæðisins yrði kortlögð og ég sendi skipulagsnefndinni kort sem Orkustofnun lét gera þetta, jarðhitasvæði á höfuðborgarsvæðinu og það átti að taka þetta fyrir í skipulagsnefndinni. Mér þætti vænt að þess að heyra því. Mér finnst frumkvæði Bryndísar varðandi lið 7 innkaup á skólavörum og þá sóun sem þar á sér stað. Mér finnst það mjög þörf umræða og vona bara að Mosfellsbær sjái sér fært að taka þessi mál í sínar hendur. Vegna þess að þetta oft bara mikill kostnaður og einhvern veginn breytast þessar skólavörur oft á tíðum í drasl vegna þess að þær eru ekki allar nýttar. Númer 8, lýðræðisstefna Mosfellsbæjar. Ég mjög ánægð með að þessi aðgerðaáætlun skuli nú hafa litið dagsins ljós og fagna henni. Fleiri sem óskar eftir þetta máls, Bryndís Haraldsdóttir eins og þetta. Já, varðandi lið númer 5, það sem að bæjarfulltrúi Sigrún spurði framkvæmdir á Ásum 4, þá var því vísað til umsagnar skipulagsnefndar og skipulagsnefnd hefur ekki fundað síðan þessi fundi bæjarráðs var. Við fundum í næstu viku og bara þakka aftur þessar upplýsingar sem þú komst á framfæri til okkar og ég sendi þær áfram úr skipulagsnefndar og framkvæmdastjóra sviðsins. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að það verði skoðað og fjallað það væntanlega á næsta skipulagsnefndarfundi. Fleiri sem óskar eftir þetta máls, svo ekki. Umræðum lokið, þeir sem að staðfesta fundargerðina kjósa merki. Takk fyrir samþykkt með 9 atkvæða. Þá tökum við fyrir fundargerð fjölskyldunefndar. Það 234. fundur sem haldinn var 2. september. Orðið laust við fundargerðina, Kolbrún Gunnvör. Já, forseti, við langar að fyrst að útskýra það af hverju við frestuðum máli þetta sem efst á dagskrá allavega á mínu blaði í áttinni, hún segja að á prentuðu þetta skeiður sig. En allavega erindi Sigrúnar Pálsdóttur var frestað vegna þess að áheyrnarfulltrúinn hann mjög og fljótt á fundi, þannig að við vildum ekki taka máli fyrir nema áheyrnarfulltrúinn væri líka, því að við vorum að fara í trúnaðarmálin, það víkur sem þetta áheyrnarfulltrúinn að fundi, en þetta mál verður bara tekið fyrir á næsta fundi. Ég ætla að það reglur fjárhagsaðstoð drauga breytingu verðandi fjárhagsaðstoðina. Þá gerðum við það fyrir einhverjum mánuðum síðan að við bættum aðeins í og einstaklingar sem eldri en 18 ára sem búa einn og öðrum 18 ára einnig á fjárhagsaðstoð, þeir héldu sínum fulla kvarða en nú höfum við gert breytingu og 2 fullorðnir einstaklingar sem búa saman á fjárhagsaðstoð. Þeir, annar aðilinn þá fer niður úr 75% kvarðanum niður í 50% af kvarða.
Þannig að það eru ýmis rök fyrir því og það var sem sagt fjölskyldunefnd leggur til í bæjarstjórn að samþykkja framlögð drög og þetta var svona áður. Við vorum að bæta í og gera betur en önnur bæjarfélög sem er bara gott og gilt en þegar þetta var skoðað betur að þá kom það í ljós að þetta var kannski ekki endilega til bóta fyrir þá aðeina sem að þetta nýttu því það er ýmislegt annað sem kemur hérna inn þetta er eingöngu framfærsla en ekki kannski það er ýmislegt annað sem þessir einstaklingar sem eru á félagsstofunni fá til viðbótar það. Þetta er sem sagt þessar breytingar við erum að hverfa aftur til fyrra horfs þar sem að þeir fullorðnir einstaklingar búa saman og eru þá að geta væntanlega rekið það heimili saman. Það er kannski örugglega einhverjar spurningar sem komið bara um þetta mál þannig ég ætla bara að koma einhverjum aftur. Vil ég spyrja mig þarna í pontu eða bara sérst á? Sigrún Gjórsson. Já, ágæti forseti, langar að gera smá leiðréttingu hérna í númer 1. Eða ég skildi ekki alveg hvaða áheyrnarfulltrúi þetta var. Sko, íbúahreyfingin er með aðalfulltrúa í nefndinni, þannig að það var ekki fulltrúi íbúahreyfingarinnar sem ég gaf fundi. Allt í fína, þá veit ég það. Og síðan þetta með fjárhagsaðstoðuna, ég hefði áhuga á því að vita hvað þetta eru miklar upphæðir sem að fólk er að missa af því að svona eftir því sem skilst er fjárhagsaðstoðin mjög lítil upphæð og ekkert sem að fólk getur lifað af þannig að mér þætti vænt að fá upplýsingar þetta í tölur og hvaða viðbótaraðstoð það er sem að fólk er að fá. Anna Sigríður Svör. Við fundir sama máli breytinguna á fjárhagsaðstoðinni. Mér langar til að spyrja, í fyrsta lagi kannski var nú bæjarfulltrúi og Sigrún að tala saman hversu marga einstaklinga erum við að tala sem að falla núna úr 75 í 50. Það er áhugavert að fá tölur. Og svo var eiginlega, hinn spurningin mín var, er þetta algjörlega ófrávíkjandi regla því að auðvitað er það oft þannig þegar fólk býr saman og leigir saman og þá rekur það heimili saman, en það er ekki alltaf þannig og það er líka dæmi þegar fólk leigir húsnæði saman og skiptir með sér herbergjum en er ekki að reka heimili saman. Gildir það? Og ég bara veit nokkuð svoleiðis dæmi og reyndar ekki að fólki að fjárhagsaðstoð en ég bara veit að svona er tíðkæða vegna þess að leiga er svo dýr og fólk reynir náttúrulega allt sem það getur að komast í sem lægsta leigu. Þannig að mér langar að forvitna ef það er sannarlega þannig að fólk er ekki að reka saman heimili er þá möguleiki að taka tillit til þess eða hvernig virkar það? Fleiri sem óska eftir að taka til máls, fleiri sem vilja spyrja Kolbrúnu áður en að hún svarar, svo er ekki Kolbrúnu Svör. Já, svo ég svari fyrst spurningunum sem kom hérna frá Sigrúnu Pálsdóttur, þá varu ekki fulltrúi íbúahreyfingunni sem fór, heldur það sem er áheyrnarfulltrúi í hópnum og hún bara vék á fundi of snemma og í nefndinni, þannig að við vildum ekki halda áfram nema hún væri viðstödd. Varðandi það hvað þetta eru háar upphæðir, ég get bara að kanna það, ég kem bara með þetta til ykkar ég get svarað þessu, við tekið saman tölur og hvað þetta er háar upphæðir, hvað þetta eru margir en það er auðvitað þannig að það er öll tilfelli eru skoðuð og það sem að einstaklingar eldri en 18 ára búa inn til dæmis að heimili hjá foreldrum sem eiga við fjárhagsaðstoð að stríða og eða aðra félagslega erfiðleika að þá er það að sjálfsögðu horft á það og það er tekið til þess að þetta einasta tilfelli er að sjálfsögðu skoða. En við náttúrulega bara göngum út frá því
á svona þar sem einstaklingar búa saman og leiða saman eða hvað það og reka heimili saman, að það sé gert bara með þeim hætti að allir deili kostnaði. En auðvitað eru ekki að tala um einar upphæðir hérna. Þetta er fyrsta leið framfærslukostnaður, neyðarhjálp, tímabundin neyðaraðstoð á meðan fólk er að koma til þessu fótunum aftur. Og þarna má þessi einstaklingar geta líka svolítið húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur og það er ýmislegt sem kemur þarna inn í til viðbótar. Þannig að það fólk fær allir þá aðstoð sem að það mögulega getur í þann tíma sem fólk er í neyð. Ég tek það fram að þetta er náttúrulega ekki eitthvað ástand sem við óskum okkur manni að vera í til lengri tíma. Og með við það ástandið er að lagast í þjóðfélaginu og atvinnan horfir að vera betri, að þá lítum við til þess að menn geti farið að eiga betri daga. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki og þá er umræðan lokið. Einhver sem óskar eftir að einstök mál verði borin upp sérstaklega í ljósi þess að þarna eru reglur sem að það verður tillaga að séu samþykktar. Það eru fleiri mál sem við ætlum að tala um. Fyrirgeðu? Hvað? Gjör svo vel. Takk. Það er varðandi ársfjórðungsyfirlit frá ársfjórðungsskýrsla frá varðandi barnaverndina og þetta yfirlit sem að þið hafið hérna í ykkar gögnum. Þá það helsta sem við drögum fram þar er að tilkynningum hefur fækkað milli ára í barnaverndinni og það er hér unnið eftir mjög ströngum skilgreiningum frá Barnaverndarstofu og öll mál eru tekin til ítarlegri skoðunar heldur en áður. Þannig að já, það er afgreiðsla allra mála er kannski með öðrum hætti en hún var. Þannig að það er ýmis mál sem hafa komið hér á borð fjölskyldusvið sem eiga ekki heima til lengur, eiga heima annars staðar. Þannig að hér er vinnulagið að verða skýrara og betra. Þannig að tilkynningum hefur fækkað og vinnulagið orðið skýrara, þannig að því ber að fagna. En ég tek það fram að þetta sumar hefur verið frekar erfitt að vara barnaverndina. Við höfum búin að glíma við 2 mjög flókin og viðkvæm mál, og barnaverndarmál eru öll. Og það er kannski bara að segja frá því að það barst úrskurður frá, hér fór mál fyrir dóm og það barst úrskurður bara í dag þess efnis að Mosfellsbær hafi gætt sína skjólstæðinga vel, gert allt rétt. Hér hafi gert meðalhófs og farið vel með það mál, þegar endur við mál sem við fórum höndum hér í sumar. Þannig að það er við getum verið ánægð með þetta starfsfólk okkar sem er að vinna í þessum viðkvæmum málum. Og hér þurfti að fjarlægja börn á heimili og það er náttúrulega mál sem að bor fyrir dóm og við erum það er ekkert að fagna svo sem sérstaklega en það mál endaði vel og farsarlega, þannig að við það er bara, mér veist mikilvægt að segja frá því að hér er unnið hörðum höndum í að vinna þessi erfiðu barnaverndarmál vel. Svo kannski ég enda þetta bara með því að minna á jafnréttisdaginn okkar 18. september. Það sem ég vonast til að sem flestir vilja sjá sig. Mikil og góð dagskrá, þannig að við endilega skoðið það. Anna Sigríður Gjörsvör. Mér langar til þess að forvinnast aðeins NPA-samningana sem að mig minnir, ég sé þannig ekki núna í skýrslunni, en mig minnir að ég hafi heyrt þegar sé töluna 11, að þið séu 11. Mér langar dálítið að ef formaður nefndanna geti aðeins upplýst okkur hvort það er einhverja bíð eftir að fá samninga og hvernig bara almennt þegar gengum í skýrslu að þetta gangi mjög vel, en ég skýrs líka að Mosfellsbær sé það sveitarfélag sem með allan með hlutfallslega flesta samninga, hvort það sé rétt og hvort það er eitthvað skýring á því. Og svo langar mig líka að víkja að ég verð aftur í leikjum, ég finn það ekki núna í skýrslunum, ég er ekki gegnum hana.
sko, með biðlista eftir félagslegu húsnæði. Þá minnir mig líka að það sé talað um 29 manns og þá er það náttúrulega einhver tala sem er tekin á einhverjum tímapunkti væntanlega. Mér langar til þess að heyra hvað formaður fjölskyldunefndar hvort það verið rætt eitthvað um það að hvort það sé komið tími til að fjölga félagslegum íbúðum hér í bænum eða hvort að fjölskyldunefndir þeir sem það stýra telja að þetta sé ásættanlegur innan gæsalappa auðvitað verður gott ef engin biðlistin væri en ég held að það sé nú útópísk hugmynd og hvernig við stöndum þá, sko, hvort það sé upplýsingar hvernig við stöndum sko hlutfallslega þá mættilega, maður er alltaf að tala um hlutfallslega varðandi biðlista hjá sveitarfélögunum í kringum okkur. Hvort hún búi yfir þessum upplýsingum. Ég held reyndar að ég hafi séð þetta nefnilega, með leyfi forseta, ég hef náttúrulega ekki að vitna í heldur skýrslu sem var tekin saman var gerð könnun með sveitarfélagana og það var gefin út skýrsla frá einhverjum sjóði sem leigu íbúða eitthvað, ég man því ekki hvað hann heitir. Varasjóður húsnæðismálanna, já. Og þar hafi komið fram að meðal biðtíminn hér væri 1 ár, minnir mig að hafi komið þar fram. En þar minnir mig líka hér sérnefnilega haft eftir, og auðvitað á ég ekki að tala svona í ræðustóli, sko, ég á náttúrulega að vera með á hreinu þessa skýrslu. En mér minnir að þar hafi verið talað samkvæmt upplýsingar Mosfellsbæjar, Mosfellsbær hygðist þar að fjölga félagslegu húsnæði. Og ég get fundið þetta, ef formaðurinn kannast ekki vita þá skal ég finna gagnið og senda henni. Kolbrún Geirsson. Já, forseti, það eru 24 á lista, á biðlista eftir félagslega húsnæði. 6 af þeim hafa horfið annað, og það er ætíð mikil hreyfing á þessum lista. Þannig að listin er ekki lengri núna en hann hefur verið áður. En ég get ekki svarað í hvar við stöndum ákveðlega gagnvart öðrum bæjarfélögum hvort að listin sé hlutfallslega lengri hér en annars staðar, því get ég ekki svarað. En hann er ekki langur og við höfum brugðist við í þeim ítrustu beiðnum höfum við brugðist við. Og við höfum líka fólk sem ekki stendur við skilmála eða er í neyslu. Það er náttúrulega því ekki stætt á að halda húsnæðinu lengur, þannig að það er hreyfing hvað það varðar. Við höfum framleitt 3 íbúðir áfram fyrir þá sem hafa verið í mikilli neyð, en listinn hann er nokkuð bara í meðallagi með við svona kannski ástandið á bara höfuðborgarsvæðinu varðandi vöntun á húsnæði. En ég kannast ekki við það að það hefur ekki borist til minna eyrna að Mosfellsbær hyggist fara í uppbyggingu eða byggja fleiri, eða það verði meira aukið framboðið á félagslega húsnæði. En einhvers staðar las ég það í einhverju blaði, ekki fyrir svo löngu, en það virðist enginn kannast við þá frétt. Já, NPA-samningarnir, já, NPA-samningarnir eru hlutfallslega langflestir hér með allt landið. Þá erum við með langflesta NPA-samninga hér á okkar fólki í Mosfellsbæ. Verkefnið er ennþá tilraunaverkefni og tilraunaverkefnið var framlengt í 8 ljúka núna held ég einhvern tímann árið 2015 en það var framlengt 1 ár og það barst ein umsókn til okkar NPA-samning og við höfnuðum henni og færðum rök fyrir því að við fáum ekki meira fé með þessum samningum. Við erum svona í bili allavega getum við ekki afgreitt fleiri NPA-samninga. Þannig að en það er náttúrulega ríkir mikil ánægð með þetta og fólk gengur vel á þessum samningum og við erum tilbúin til að halda áfram með þetta verkefni. En að svo stöddu þá segjum við bara að þetta að við getum eiginlega ekki afgreitt fleiri samninga.
En það hefur ekki borist, það hafa borist ein umsókn eftir að við afgreiddum alla þennan fjölda, þessi 11 samninga, eftir þær afgreiðslur. Komið. Sigrún Björnsson. Já, ágæti forseti. Ég kem hér fram undir lið númer 2 aftur í fundargerð fjölskyldunefndar reglur fjárhagsaðstoð drög að breytingu. Mér finnst að við þyrftum að greiða atkvæði þetta sérstaklega. Það einhvern veginn ekki hægt að afgreiða þetta mál nema þessar tölur liggi fyrir og við sjáum heildarmyndina, hvernig hagur þessa fólks og þannig að maður hafi skilning á því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir fólki. Fleiri sem að tók og skemmtilega þetta máls. Þjálfur Björnsson. Forseti, bara svona hugleiðing í þessu Sigurður var að nefna hvort við taka þetta sérstaka atkvæðagreiðslu þetta þetta fæði í gegnum nefndina, þar eru fulltrúar okkar allra sem að fjalla með þetta af fagmennsku. Það er niðurstaða þess hóps sem hefur lesið þessi reglu og farið yfir, þannig að kannski í dýrverknar við fyrir að endurvinna þetta sem ofan í nefndina að við kannski bara röng hugleiðing, ég veit það ekki. Það er bara að koma fram fyrir hvort að þetta hefur ekki bara hlotið ágætt umfjöll í nefndinni sjálfur. Takk. En við bregðum sér sjálfsögðu vel við því að þetta sé greitt atkvæði málið sérstaklega og ég ber það þá upp fyrst þar sem enginn hefur kveðið sér ljós. Þeir sem að samþykkja tillögu að breytingu reglur fjárhagsaðstoð, pluss að gefa merki og móti, samþykkt með 8 atkvæðum gegn 1. Ég ber fundargerðina upp að öðru leyti, þeir sem að staðfesta hana kjósa að gefa merki. Hún staðfest með 9 atkvæðum. Við tökum því næst til fyrir 395. Fundargerð 395. fundar skipulagsnefndar sem haldin var 1. september og Anna Sigríður hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Ég kem hér upp undir máli númer 7 í fundargerð skipulagsnefndar. Þar að ræða tillögu frá nefndinni breytingu á svokölluðu svæði 401M sem gengur út á að heimila íbúabyggð á svæðinu sem samkvæmt núverandi skipulagi skal samanstanda blandaðri starfsemi atvinnu og þjónustufyrirtækja á stórum lóðum. Nefndin leggur til að bæjarstjórn samþykki tillöguna sem óverulega breytingu á aðalskipulagi, en í henni felst að heimilt verði að byggja 100 íbúðir þar sem ekki var gert ráð fyrir íbúðum áður. Aðalskipulagi er náttúrulega stefnumarkandi plagg uppbyggingu sveitarfélagsins og þar kemur fram í kafla 222 landnotkun, með leyfi forseta, leggja skal áherslu á að umhverfismótun og skipulag byggðar taki mið af félagslegum, menningarlegum og uppeldislegum sjónarmiðum sem byggjast á tengslum íbúanna við náttúrulegt umhverfi, útivist, aðgengi að menningarverðmætum og atvinnulífi. Einnig kemur fram í aðalskipulagi í kafla 42 íbúðarsvæði á töflablaðsíðu 31 sem listar upp íbúðahverfin og fjölda íbúða í hverju þeirra að þar þetta svæði 401M ekki merkt inn. Því spyr ég, þetta nýtt íbúðahverfi eða þetta hluti af íbúðahverfi miðbæjar sem hinum megin við Vesturlandsvegi? Hvað sem því líður þá á aðalskipulag að gefa yfirlit íbúðahverfin en þetta hverfi ekki þar að finna. Nú það svo að íbúðum fylgir fólk og það sem meira þá fylgja gjarnan börn sem betur fer segi ég nú þegar fólk flytur inn íbúðir. 100 íbúðir gætu hæglega þýtt 150 til 200 börn þyrftu á grunnskólaplássi að halda. Þess nú skemmst að minnast
að tekist var á hvort skoða ætti að fullri alvöru hvort skynsamlegt væri að reisa skóla miðsvæðis. Meirihlutinn sópaði þeirri hugmynd út á borðinu og taldi að núverandi skólar, sem þegar eru allt of stórir, að mínum mati að minnsta kosti, ásamt skóla í Helgafellshverfi, þegar hann loksins rís, hvenær sem það verður, að þessi skólar nægðu til að þjóna börnum í bænum. Og þar á meðal börnunum í Kríkarfirði, þar sem nú er verið að tala um að fjölga íbúðum 100. 100 íbúðir til viðbótar í hverfi af stærð Kríkarskóla, með fyrirgeði af stærð Kríkarhverfis. 100 íbúðir hafa talsverð áhrif á umhverfið, sérstaklega hvað var á skóla og leikskólamál, en ekki fylgir tillaga eða hugmyndir frá nefndinni hvernig eigi að leysa þau mál. Og því er alls ekki augljóst að umrædd skipulagsbreyting sé minniháttar. Hugmyndir og skýringar gætu hafa samfellt mig að það væri minniháttar breyting, en það er ekkert það að finna. Ég tel að það sé nauðsynlegt að við gerum okkur eins skýra grein fyrir því og unnt hvaða félagslegu og þjónustu áhrif breyting sem þessa á landnýtingu getur haft. Það mætti einnig nefna í framhjálpi umferðarmál sem er ekkert sérstaklega fjallað í tillögu nefndarinnar. Leyfi ég mér í þessu sambandi að nefna að í máli nr. 8 í þeirri fundargerð sem við fjöllum nú með leyfi forseta, því aðeins að fara yfir í máli nr. 8, þar er eftir breyting á deiliskipulagi þar sem lagt til að fjölga íbúðum að mér taldist til alltaf 40 í Leifstungu, í Nýrri götu, og þær breytingar allar að fara í lögformið, ferli, auglýsingu og haldin verið kynningafundum í íbúðum í því hverfi. Við fulltrúar Samfylkingarinnar teljum að íbúar Kríkarhverfis eigi að njóta vafans í því máli sem hér er til umræðu, eins og íbúar eiga alltaf að njóta í slíkum málum, og leggjum til að bæjarstjórn afgreiði þessa breytingartillögum sem meiri háttar breytingar á aðalskipulagi, þannig að af stað fari lögformlegt samráðsferli. Tillaga okkar er svohljóðandi: bæjarstjórn Mosfellsbæ leggur til að tillaga breytingu á aðalskipulagi í samþykkt 395. fundar skipulagsnefndar varðandi miðsvæði 401M norðan Kríkarhverfis verði meðhöndluð eins og meiri háttar breytingu sé að ræða. Til vara leggjum við til að tillögunum verði vísað aftur til skipulagsnefndar til ítarlegri umfjöllunar. Bryndís Gjósvar. Já, forseti, ég óska eftir því að koma hér upp og taka til máls undir sama lið í fundargerð skipulagsnefndar sem er númer 7. Númer 7, og ber heiti miðsvæði 401M norðan Kríkarhverfis til að óverulegu breytingu á aðalskipulagi. Ég ætlaði einmitt að fara hér aðeins yfir sögu þessa máls og hvað rætt hefði verið í nefndinni í tengslum við þetta. Þá átti ég að fá kannski aðeins að bakka að umræðu sem við áttum sér stað hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi, en þá var fundargerð skipulagsnefndar þar sem að tekin var fyrir tillaga sem við fjölluðum í nefndinni og sneri að ákveðnri lóð við Sunnukrika, sem er sem sagt lóðin beint fyrir ofan Atlantsolíu. Þar vorum við að velta upp hugmyndum það hvernig hægt væri að koma fyrir íbúðum á þessari ágætu lóð. Þær tillögur fengu ekki brautargengi í nefndinni og okkur var ljóst að þær fóru út fyrir ramma gildandi deiliskipulags. Við ræddum þetta aðeins á síðasta bæjarstjórnarfundi og það er sem sagt vilji meirihlutans að skoða að þessi ákveðna lóð sem er þarna fyrir ofan Atlantsolíu, að skoða hvort það sé markaði fyrir hana sem íbúðarlóð. Og þess vegna veltum við því fyrir okkur hvort það hægt væri að hanna beint íbúðir inn í gildandi deiliskipulag með því að breyta bara skilgreiningunni. Og þessar tillögur sem við fjölluðum þarna á síðasta bæjarstjórnarfundi og voru inn í skipulagsnefnd sem sagt miðuðu að því og við sáum að þær fóru þá út fyrir þann ramma. Þannig að það er í rauninni tillagan sem að við í skipulagsnefnd og var samþykkt á síðasta fundi skipulagsnefndar hljóðar á það að við myndum þá breyta aðalskipulagi með þessum hætti. Það horfum þá á það að þessi sambærileg skilgreining á reitunum sem eru í Sunnukrika og eru hinum megin við Vesturlandsvegi á miðsvæði, þar að segja í Bjarkaholti og Hófti. Þar má sem sagt vera blöndun af íbúabyggð og verslun og þjónustunni. Ég get ekki sagt að ég hafi sannfæringu fyrir því að það ætti að breyta öllum Sunnukrikanum í íbúahverfi. Ég hef ekki sannfæringu fyrir því. Ég held að þetta séu lóðir sem eru mjög ákjósanlegar sem þjónustu og verslunarlóði á góðum stað nálægt Vesturlandsvegi og það væri mjög ákjósanlegt að fá þetta inn
stöndu og öflug fyrirtæki sem gætu veitt fjölda fólks atvinnu hér í Mosfellsbæ. En við höfum auglýst þessar lóðir ítrekað og það hafa ekki komið neinar umsóknir þær hingað til, þrátt fyrir að bæjarráð hér hafi samþykkt ákveðin afsláttargjöld á lóðunum sem slíkum. Og ástæðan er væntanlega svo að það er bara ekki mikill markaður fyrir slíkar lóðir akkúrat í augnablik. Það hefur þó verið til umræðu hér innan kerfisins í svolítinn tíma og meðal annars tengdist það þegar við vorum að skoða lóðir fyrir leiguíbúðir, hvort að þessi lóð gæti henta vel fyrir íbúðir. Og það er sem sagt sýn okkar að svo gæti verið og þess vegna erum við að leita leiða til þess að fara þá leið og þetta er að mínu mati það sem að skipulagsnefnd er að leggja hér til svona einfaldasta og skýrasta leiðin til að halda áfram með verkefni sem slíkt. Það er allavega mat skipulagshöfundar og skipulagsfulltrúans okkar hér að þetta sé óveruleg breyting á aðalskipulagi. Enda snýst þetta eingöngu það skilgreiningin á þessum ákveðna reiti bætist við að þarna megi líka vera íbúar. Það má alveg velta fyrir sér hvort að það hefði verið eðlilegra þegar aðalskipulagi var unnið að hafa sambærilegar skilgreiningar hérna sitt hvoru megin Vesturlandsvegar. En þetta byggir á því deiliskipulagi sem er í gildi og eins og bæjarfulltrúi kom inn á þá er þar gert ráð fyrir sem sagt í gildandi deiliskipulagi þá var gert ráð fyrir atvinnu og þjónustufyrirtækjum á stórum lóðum. Og í rauninni erum við þá bara þarna að opna á það að þarna getur líka verið íbúðir og ítreka að það sé sýn okkar í meirihlutanum erum við fyrst og fremst að fjalla þessa lóð sem þarna fyrir ofan Atlasólíu. Þetta er náttúrulega bara fyrsta skrefið í því að opna á það. Ég sæ fyrir mig í framhaldinu að við myndum auglýsa þessa lóð til sölu, þessa ákveðnu lóð og sjá hvort að þarna komi einhverja aðila sem hafa áhuga á að kaupa hana og hafi þá einhverja hugmyndir af því hvernig hægt er að hanna húsnæði inn á þessa lóð í takt við það skipulag sem er í gildi. Það segir sérstaklega í breytingartillögunni að gildandi deiliskipulag verður endurskoðað en húsnæði í endurskoðuðu skipulagi taki mið af fyrra eða gildandi skipulagi. Það er að segja að við erum ekki að leggja til hærri íbúðir en þess að þannig að það ætti ekki að mínu mati að hafa áhrif á gæði þeirra íbúða sem eru þarna fyrir ofan. Í tillögunni sem fylgir fundargerðinni, þar er talað nýtingarhlutfall alltaf 0,8 og það er sem sagt tillaga sem hafi komið frá skipulagsfulltrúanum og höfundinum. Bæði þetta var til 100 íbúðirnar og nýtingarhlutfallið en við breyttum því á fundinum og í bókun fundar segir að það skuli taka breytingum í samræmi við umræður á fundinum og það snerist að fara sem sagt í 0,6 sem er sama nýtingarhlutfall og er hér í Háholti og Bjarkaholti og telst ekki hátt í dag þegar verið að skipuleggja íbúðahverfi og það var nú einmitt álit einhverja í nefndinni og ég held einmitt fulltrúi Samfylkingarinnar hafi lást máls á því að það ætti nú kannski verið enn hærra þetta nýtingarhlutfall. En við erum ekki að leggja það til hér. Þannig að í mínum huga er þetta minniháttar breyting á aðalskipulagi en til upplýsingar það þá setti ég líka inn færslu á Facebook síðu íbúa í Krigarhverfi þar sem að ég gerði grein fyrir því hvað við værum að hugsa og hvað þetta þýddi í rauninni. Það er að segja upplýst það sem ég hef verið að fara yfir einmitt vegna þess að þetta þýðir jú það að þetta er ekki þessi breyting og það sem verið að leggja hér til er ekki auglýst og það er ekki formlegur auglýsingatími þannig að íbúa getur komið með athugasemdir. En í kjölfarið yrði væntanlega gert deiliskipulag nema það sé hægt að hanna hús algjörlega inn í gildandi deiliskipulag og þá færi það sjálfsögðu alltaf í það ferli. Þannig að ég held að íbúarnir hefðu fulla möguleika að koma þá sínum athugasemdum á framfæri og þeir hafa það svo sem líka. Ég sá að það myndust miklar umræður undir færslunni minni á þessari ágætu Facebook síðu íbúahverfisins. Flestar snéru það nú frekar að hverfinu bara í heildinni göngustíga sem þeir vildu láta klára og gönguleiðir og torgi sem hefur verið mikil umræðum en ekki kannski beint gegn þessari ágætu tillögu. Ég held reyndar að þetta geti hreinlega falið í sig mikla kosti fyrir hverfið sem slíkt. Það er að segja í dag auðvitað gætum við selt einhverju sem vill koma og kaupa þessar lóðir og fara að byggja bara í samræmi við skipulagið. Og það þá stóra lóðir, það þýðir töluverða umferð og þarna gæti fjöldi fólks haft atvinnu sínu að vera með verslun eitthvað. Og ég held í rauninni að íbúabyggingar á þessari lóð
myndi þýða minni umferð og þar af leiðandi væntanlega minna rask fyrir íbúana sem eru þarna fyrir ofan. Út af því að bæjarfulltrúi Anna Sigríður var að velta fyrir sér skólamálum og öðrum innviðum í hverfinu, þá því til að svara að Krikaskóli auðvitað ekki hefðbundinn hverfisskóli í þeirri merkingu og við erum hér með Varmárskóla og Lágafeldsskóla í því, en auðvitað kjósa náttúrulega flestir íbúar hverfisins að senda börnin sín í Krikaskóla þegar þau eru með börn á þeim aldri og ég veit að Krikaskóli er mjög vinsæll og umsetinn skóli. Ég held að ef að þessi ágæta lóð yrði nú breytt íbúðarlóð og þarna væri hægt að byggja einhverja íbúðir, ég ætla að leyfa mér að stórlega efast að það sé hægt að koma þetta fyrir 100 íbúðum, ég held að það sé gangi enga veginn upp með þetta nýtingarhlutfall, enda þá verið að fjalla allan reitinn og hver veit að einhver kannski hér getur komið á eftir mér og myndist að það íbúðabyggðin mætti teygja sig lengra út og taka yfir meira af Sunnukrikanum. Þannig að það þess vegna kannski sem þessi tala er þarna inni, það var að horfa á allt svæðið. En ég held að íbúðir á þessu reit myndu engan veginn raska eða gera hér einhver sérstök vandamál hvað varðar skólan okkar. Það ætti ekki að hafa þau áhrif. Þannig að ég lít svo á að þetta sé minniháttar breyting og við erum að leggja til þennan farveg. Það myndi í rauninni því að það ef að bæjarstjórn samþykkir þetta, þá þurfum við þetta líka að fá samþykki og staðfestingu skipulagsstofnunar á því að þetta sé minniháttar breyting á aðskipulagi og þá væri í rauninni breytingin orðin gild. Það að gera þetta að verulegri breytingu, þá fer þetta í auglýsingaferli og tekur þetta miklu lengri tíma. Það er auðvitað alveg möguleiki sem er líka í stöðunni en við allavega litum svo á þegar vorum að fjalla mitt í nefndinni, þá var engin ágreiningur um það að það væri heppilegt að þarna gæti byggst upp íbúðir. Ég held að almennt hafi fólki fundist það og kannski frekar skoðanir að þetta verður bara jafnvel ennþá þéttari íbúðabyggð og ennþá meiri íbúðabyggð. En almennt þegar við fjöllum bæði þessa tillögu sem er komin fram á síðasta fundi og einnig tillöguna sem hafi verið til umræðu áður, að þá var það í rauninni sá hluti að hvort að þarna ætti að leyfa íbúðabyggð. Ég gat allavega ekki skilið nefndina öðruvísi það, við værum sammála það, það geti vel farið þarna. Sigrún Gjórsdóttir. Ágæti forseti, ég kem hér upp út af þessu sama máli, númer 7. Það er miðsvæði norðan Krikahverfis til að óverulegri breytingu á aðalskipulagi eins og það er orðað hér. Ég verð að segja að ég var mjög undrandi þegar ég sá að þessi tillaga var á dagskrá skipulagsnefndar. Eins og þið kannski munið á síðasta bæjarstjórnarfundi, þá gaf Bryndís formaður skipulagsnefndar það í skyn að þetta væri í rauninni bara á umræðustigi þetta mál og undir það tók forsetinn líka, Hafsteinn Pálsson, að þetta væri á umræðustigi og mér eignast til að það hafi verið 3 vinnudögum síðar. Þá er þessi tillaga komin inn á fund skipulagsnefndar og búið að útfæra hana í skipulagi. Og ég vil að segja að mér finnst að mér hafi ekki verið sagt rétt frá á þessum bæjarstjórnarfundi. Tíminn sem að þetta tók, hann er einfaldlega of stuttur til þess að hægt sé að halda því fram að þetta sé einhver tillaga bara á umræðustigi sem að ekkert sé komið til framkvæmda og svo framvegis og síðan fer þetta bara beinustu leið fyrir skipulagsnefndina. Mér finnst líka tillagan, hún ber með sér og hún er ekki vel unnin. Eins og fulltrúi Samfylkingarinnar kom inn á áðan og hún Anna Sigríður, þá vantar öll rök fyrir því á hvaða forsendum verið er að gera þetta, það vantar öll rök fyrir því hvaða áhrif þessi breytingartillaga skipulagsins hefur yfir höfuð á þetta hverfi. Það er mjög mikilvægt að það fari fram útreikningar á því hvaða
áhrif þetta hefur á umferð inn og út úr hverfinu. Fólk kvartar mikið undan því að þarna séu eilífar umferðarteppur. Eins þarf að gera grein fyrir því hvað skólabörnum fjölgar með þessari fjölgun íbúða, og það þarf líka að gera grein fyrir því hvert þau eiga að fara í skóla og svo framvegis og svo framvegis. Við þurfum líka að fá að vita af hverju rökin sem að færð eru fyrir því í aðalskipulagi að þetta eigi að vera verslunar- og þjónustusvæði. Við þurfum líka að fá að vita af hverju þau rök eru ekki lengur gild. Og eins verðum við að hafa í huga hvernig þetta hverfi er. Þær verða, ef að við breytum þessu svæði í íbúðabyggð, þá verður það svæði töluvert mikið í svona afsíðis. Vegna þess að þessar stóru blokkir sem eru þarna í hverfinu, þar sem að maður keyrir út úr því, sem búið er að byggja það, það er í rauninni svona mynda svona blokk, þannig að svona þetta hverfi sem að, ef að þarna er í íbúðahverfi, þá verður það einhvern veginn svona afsíðis. Og við þurfum að ígrunda svona tillögur mjög vel. Það er þannig að við erum ekki að tjálta til einnar nætur í skipulagsmálum. Við vitum það að það hefur verið kreppa, það hefur yfir höfuð verið erfitt að selja húsnæði undir verslun og viðskipti vegna þess að efnahagslífið nú stundir er einfaldlega með þeim hætti. Þannig að við verðum að allavega ígrunda þessa tillögu miklu betur áður en að hún fær afgreiðslu í bæjarstjórn, og við þurfum líka að hugsa í þessu sambandi miðbæinn, hvernig hann á að vera í framtíðinu, vegna þess að þetta breytir miðbænum. Og við þurfum að átta okkur á því hvaða áhrif þessi tillaga hefur á þróun miðbæjarins. Ég myndi gjarnan vilja að fá svör Bryndísar við því hvernig á því stendur að mér var ekki sagt frá því á síðasta bæjarstjórnarfundi að þetta mál væri komið á þetta stig. Bryndís Kjósleif. Já, forseti, ég bara neita því að ég hef farið hér með rangt mál á síðasta fundi og verið að tala á þá leið að svona tillaga gæti ekki komið. Það er einmitt þessi tillaga var akkurat í farvatninu þegar ég stóð hér upp í ræðupúlti á síðasta bæjarstjórnarfundi. Ég var svona kannski ekki ástæða til þess að byrja á því að fara að kynna hana fyrir bæjarfulltrúum, heldur fannst mér rétt að hún færi inn í nefndina og nefndamenn þar fengu fyrst veður þessa tillögu. En ég man ekki nákvæmlega hvað ég sagði, en ég tók eitthvað þannig til orða að það væri einhverja tillögu að vænta sem við myndum fjalla í skipulagsnefndinni. Og þetta er sem sagt sú tillaga sem ég hafði þá í farvatninu. Það hefði að mörgu leyti verið æskilegt ef að þessi sjónarmið sem hér eru uppi hefðu komið frá minnihlutanum í nefndinni þegar við fjöllum þessa tillögu. En eins og ég sagði þér áðan, þá komu engin slík sjónarmið fram og ég gat ekki annað skilið en að nefndin væri almennt sátt og þessa tillögu, þar að segja að þarna gæti þróast íbúðabyggð. Ég tek heilshugar undir það, við töldum ekki til einnar nætur þegar í skipulagsmálum þegar við erum að fjalla skipulagsmál hér, og það er einmitt þess vegna sem að þessi tillaga er vel ígrunduð. Og þegar talað hér miðbæinn, þá er það helsta sjónarmið að við ætlum að byggja hér upp miðbæ í Mosfellsbæ, að það er að þétta byggð í kringum og í miðbænum. Og allir skipulagsfræðingar og arkitektar hafa almennt fjallað það, og við þekkjum það sem kom hér að miðbæjarskipulaginu á sínu tíma, að hér vildu arkitektarnir sjá ennþá frekari þéttingu og ennþá meiri byggð. Og þannig hefur einmitt fulltrúi Samfylkingarinnar talað inn í skipulagsnefndinni. Við erum svona tiltölulega, höfum hingað til verið tiltölulega íhaldssöm hvað þetta varðar,
Þannig að það að bæta við þarna íbúabyggð á þessum reit í Krikahverfi er þá einmitt til þess fallið að ýta ennþá frekar undir raunverulega uppbyggingu á miðbæ, þar að segja að það er meiri massi sem býr hér á og í kringum miðsvæðið. Þannig að mín skoðun er allavega svo að þetta má sé vel ígrunda. Þetta er skipulagshöfundurinn okkar sem jafnframt hefur verið okkar ráðgjafi í aðalskipulaginu sem að kemur fram með þessa tillögu fyrir okkur. Það er ekki svo að í hverju einasta skipulagi sem fjallar þá erum við að ákveðja aðalskipulagi hvert börn eiga að fara í skóla og ég er algjörlega á móti því að við séum að marka slíka stefnu þó að við höfum nú ákveðna svona hverfaskiptingu hér í okkar reglum. Þannig að við erum auðvitað með 2 skóla, það er að segja Varmárskóla og Lágafellsskóla sem að taka á móti börnum og börn sem hafa verið í Krikaskóla falla hér undir það að vera í Varmárskólahverfinu. Mörg þeirra stunda fyrstu skólaárið sín námi í Krikaskóla og ég vænti þess að það væri eins með þau börn sem búa á þessum reit þegar og ef af íbúum verður þarna. Ég ætla líka að ítreka það, þetta er lóð sem er alveg þarna við innganginn inn í þetta hverfi og bara hluti af hverfinu, þannig ég er nú ekki alveg sammála Sigrúnu þegar hún talar þennan vegg. Ég held einmitt að íbúðið þarna geti bara verið svona flott innganga í hverfið og tengist þarna skólanum. Gæti að mörgu leyti verið mjög ákjósanleg staðsetning einmitt fyrir barnafólk. Umferðarumhverfi, við ræddum það nú aðeins í þetta er ekki hverfi af þeirri stærðargráðu að það kalli á einhverja frekari aðgerð hvað það varðar en minni bæjarfulltrúi Sigrúnu jafnframt á það að það er auðvitað gert ráð fyrir afreim hérna frá Vesturlandsveginum inn á Sunnukrika og það er auðvitað mannvirki sem verður að veruleika þegar uppbygging verður þarna í Sunnukrikanum. Fólk getur að sjálfsögðu haft mismunandi skoðun á því hvort þetta sé veigamikil breyting eða minniháttar breyting en ég ítreka sem ég sagði hérna áðan, ég held að mörgu leyti hefði jafnvel verið bara skynsamlegt á sínu tíma að fjalla allt miðbæjarskipulagi eða miðsvæði með sambærilegum hætti. Það er raunin það sem við erum að leggja til hér. Það er öll breytingin sem við erum að fjalla á þessum tímapunkti. Þegar og ef einhver ætlar svo að fara að byggja þarna á þessum reit þá er ekki ólíklegt að það komi til umræðu einhver tillaga að deiliskipulagi. Það færi þá alltaf í það lögformlega ferli, fjallaði það í nefndinni, það er auglýst og það er athugasemdafrestur og það þarf að fara við það að svara athugasemdum og bregðast við allt þess að. Þannig að í þessu tilfelli að þá er tillagan gengur eingöngu út af það að þetta svæði í Sunnukrika fái sömu skilgreiningu og er á svæðunum í Háholti og Bjarka. Tillagan gengur út af það. Og í mínum huga er það ekki stórkostleg breyting á aðalskipulaginu. Forseti, mér langar kannski bara það sem að Bryndís endaði á því að mér fannst bara orð önnur sér hérna í upphafi bara ágætum efni en það kannski fyrir aðeins út fyrir það kannski og svo við kannski náum þetta að verða að breyta skipulaginu aðalskipulaginu svona með þessum hætti að við getum haft íbúðarna eins og fyrirtæki eða þjónustu. Það er kannski sama skipulag ekki, þannig að það er ekki verið að taka ákvörðun fjölgun eða breyta þessu íbúðarbyggð, heldur við ættum frekar að ræða hvort við viljum ekki íbúðarbyggð eða íbúðarbyggð. Þannig að ef við viljum ræða eitthvað þá er það eigum við að leyfa íbúðarbyggðarna eða ekki að leyfa hana. Síðan er það skipulagsstofnun sem færi erindi til umfjöllunar og þekkir mæta vel hvort þetta er verulegt eða óverulegt. Og það er svona kannski ágætt að eftirláta þeim það, síðan ef við alveg ákveða það hvort við gerum eitthvað með þessa heimild okkar á til að fara í íbúðarbyggð eða ekki. Þannig að tillagan er í sjálfu sér ekki mjög flókin og fjallar bara þetta að það er ekki að taka neinar ákvörðun 100 íbúðir með, eins og segi, með 100-200 börnum og því það er allur Sunnukrikinn eins og að leggur sig. Þannig að það er bara spurning hvort við viljum breyta skipulaginu þannig að það gangi upp að vera með íbúðarbyggð og við kannski fórum að framvorkum okkur að segja það með þessum tillögum sem lágu fyrir íbúðir á svæðinu og hann var búið einu sem leyfa okkur að hafa þessar skiljiðinni. Við vorum að fjalla einhverja kassa með fólki inn í hérna síðast sem var langt fram með úr því sem við ætluðum. Þannig að ég held að ef við náum, ég veit ekki hvort að við skiljum þetta en ég mig langar svo, já það er engar ákvarðanir teknar, bara hvort við leyfum íbúðarbyggðarna eða ekki með þjónustu fyrirtækjum. Ef við viljum það alls ekki, þá hefur við að taka tillit til þeirra að ræða það, annars bara leyfa skipulagsstofnun að fjalla hvort þetta er óverulegt eða verulegt. Og því ég held að sé engin, við höfum bara með fleiri útkosti þá, ef við erum sammála það að leyfa þá umræðu. En já, ég veit ekki hvort að segja sem ég ætla að segja. Ég held ég vona það. Takk. Ólafur Ingi Björnsson. Ég ætla aðeins hérna svona
Mér finnst gæta einhvern misskilning sem það raunverulega hvað við erum að fara með tillögu. Við erum ekkert að segja í þessi tillögu sem við leggjum fram undir þessu máli að við séum á móti því að það sé íbúðarbyggð eða einhver önnur byggð. Við erum einfaldlega að tala um það að þessi tillaga verði meðhöndluð með öðrum hætti sem veitir íbúðum annars konar aðkomu að gefa sitt álit á henni. Það er að segja við viljum að íbúðarnir fá að njóta þessum vafa sem hvort þetta meira eða minna breyting. Við erum ekki eins og að leggja mat á það hvort þetta raunverulega meira háttar en mindri háttar breyting. Þetta heitir að þetta sé bara meðhöndlað með þeim hætti. En þetta er svona það sem ég ætlaði að tala um hérna er kannski aðeins öll annar vinkill. Það er svona hvernig ég var svona að hugsa svolítið hvernig þetta mál kom fram. Það var hugsað til síðasta bæjarstjórnarfundar þegar þetta mál var á dagskrá sem við núna vera að skrifa mikilvægt hraðferð. Að vísu sagði formaður skipulagsnefndar með því að breyta þessu lítið þá tækir þetta örlítið lengri tíma og ég sé ekkert að því að það sé lengri tími. En þegar þetta var hérna á dagskrá á síðasta bæjarstjórnarfundi 27. ágúst síðastliðinn þá var því vísað til umsagnar skipulagsnefndar. Í umræðum máli var þá spurt að bæjarfulltrúa Sigurlaug Pálsdóttir hvað þessi hugmynd ættu upptök. Og ef ég man rétt, þá svaraði formaður skipulagsnefndar því á þann hátt að hún kæmi frá meirihlutanum. Og því spyr ég, af hverju var ekki farið í umræðuna áður en ákveðið var að kosta fjármunum í vinnu hönnuða við breytingu á skipulaginu? Og ég spyr, getur pólitískur meirihluti hverju sinni tekið ákvörðun að fara sig út í kostnað við nánast, getur sagt, hvað sem án þess að nokkuð pólitísk umræða eða stefnumörkum það farið fram að hálfu sveitarstjórnar og hvort það sé réttlætanlegt eða jafnvel heimilt. Helst þetta eðlilegt. Bæjarstjóri svaraði þessu og ég svona kannski á þann hátt að hann teldi svo vera allavega í þessu máli. En ég vil minna á að sveitarstjórn er fjölskipað stjórnvald. Við skilningi lagana er engin meirihluti sem ræður, þetta er sveitarstjórn samábyrgð fyrir gerðum sínum. Í ljósi þessa þá vil ég bara að það komi fram og ég held að það sé dálítið farið út í ýmsa svona kostnað sem bara ákveðin annar staðar heldur en við þetta sameiginlega borð. Einkunnarorð Mosfellsbæjar. Virðing, jákvæðni, framsækni, umhyggja eru falleg og góð orð, en mitt uppáhaldsorð í þessu er virðing. Virðing er eins og orðið traust. Maður ávinnur sér traust og maður ávinnur sér virðingu með framkomu sinni og gjörðum. Það tekur tíma. Þetta er ekki bara eitthvað sem maður ákveður bara eitthvað að vera þetta. En þó að það taki töluverðan tíma að vinna sig að þessu markmiði þá tekur það bara augnablik að tapa traust og virðingu og ennþá lengri tíma að vinna sig að þeim aftur en það er þá hægt. Þetta ættu allir að hafa í huga og einkanlega þeir sem kjörnir eru til trúnaðarstaða. Því segi ég það í þessar umræðu, sínum íbúum Klékahverfis sem og öðrum, þá virðingu að leyfa þeim að njóta vafans að því hvort boðuð breyting á aðalskipulagi vegna sunnukrika túlkist sem meiri háttar breyting eða verði meðhöndluð sem slík. Þeir fá þar með að segja álit sitt frekar en að breytingun sé troðið í gegn með gamaldags vinnubrögð. Eins og mér heyrðist einhver segja í umræðu við sjónvarpinu í gær og ég endi segi vísu í minni útfærslu, ef við sýnum kjósendum okkar virðingu, þá mun það vera endurgoldið, annars ekki. Ég minni líka á að Bryndís Haraldsdóttir, bæjarfulltrúi og formaður skipulagsnefndar, sagði á síðasta fundi bæjarstjórnar að hún vildi ekki leggja þetta mál fram þannig að það valdi einhverjum usla. Nú treysti ég á að hún standi við því orðsins. Takk fyrir. Theodór Björnsson. Ég ætla nú ekki að koma út í þetta en það var svo fín kosningar að okkur.
Takk fyrir. Nei, og ég held við séum ekki neitt okkar að vanvirða einni neitt. Heldur snýst þessi tillaga það eins og ég búinn að segja áður að hvort okkur sé heimilt og hvort þetta telst réttur skilningur laga og skipulagsstofnun fjallar það hvort óverulega breyting. Við höfum alveg eftir að ræða hvað við ætlum að gera við skikan sem þarna, sko. Það verður auðvitað fullt samráð það. Við erum bara að ákveða hvort við megum og skipulagsstofnun fallist á þessa grunnskilningu og þá getum við sem þetta stjórnvald, íbúarnir, fjalla svæði. Það ekki verið að gangi yfir neitt með því, ekki nokkurn mann, og engin vanvirðing, ekki nefnum sér flutt þannig, heldur bara okkur heimil, samkvæmt lögum skipulagsstofnun, að gera þetta svona. Og það skipulagsstofnun bara býsna vel að sér í því. Og ég held að hún sé best í þessu falli, jafnvel betur en við. Og íbúarnir líka. Og við séum auðvitað verulega vel gefin hér. En ég trúi því að það sé bara út allt hérna. En ég held við ættum eftirlitastofnun að gera það, síðan fjöllum hvað við viljum gera við skikan. Íbúabyggð, þjónustubyggð eða ekkert. Allt í samráði við alla. En ég held við ekki alveg gleyma okkur í, við erum ekki að fara að byggja það, sko, íbúabyggð. Það verið að spurja, megum við það. Og telst þetta óveruleg breyting, eða veruleg. Og þá fer það bara það ferli. Takk. Bryndís. Já, forseti, áfram þetta mál. Ég held að bæjarfulltrúi Theodór hafi komið ágætlega inn á það hérna áðan, hvort að við höfum kannski mögulega farið vitlausa leið í málinu, það er að segja að byrja á vitlausum stað, eða röngum stað. Það hefði kannski verið eðlilegra að byrja á náttúrulega þessum stað hér sem við erum að fjalla hérna, breytingu á aðalskipulaginu þar að segja, hvort það er ekki heimilt að gera íbúðir. Og ég held að það sé mikið til í því. Og eins og ég fór hér yfir á síðasta fundi og þannig ég var spurð sérstaklega það hvernig kom þessa tillaga til og hvernig rataði þetta inn á fundin. Þá svaraði ég því skipt að þetta kæmi frá meirihlutanum, þetta væri vilji til þess að skoða þetta mál frekar. Og þá er það þannig og því það var til vísað í heimildir skipaða stjórnvaldi bæjarstjórnar að við erum auðvitað með fjárhagsáætlun og á þeim liði eru deiliskipulag þar sem gert ráð fyrir aðkeyptri þjónustu sérfræðinga. Og þetta fellur undir þann lið. Ég fór líka yfir það hérna á síðasta fundi að þetta hefur verið í umræðinni hér innan kerfisins í tölvuna tíma og kom sérstaklega til umræðir í starfshópnum leiguíbúðir. Þá var sérstaklega verið að velta fyrir sig hvort að þessi lóð gæti hentað. Ég veit bara ekki hvort að fólk hafi þá verið búin að hugsa það alla leið, byrju já, þarf það þá að breyta aðalskipulagi. Það er ekki endilega víst. Heldur fólk bara svona horfa yfir hvað gæti þetta hugsanlega verið. Já, fólk væntanlega ekki verið að velta því fyrir sér að það þyrfti að breyta aðalskipulaginu. Þannig að það sem var gert hérna í sumar þegar þetta hafði verið í umræðinni í meirihlutanum er að bæjarstjóri kallaði hingað til höfuðskipulagsins ásamt sviðsstjóranum og mig og við fórum yfir þetta hægt að hafa íbúðir á þessar lóð og hvernig myndi það best ganga upp. Og hann kom þarna með tillögur sem fór inn í skipulagsnefnd til umræðu. Hann benti svo þetta á seinna og það kannski kom ekki upp strax í umræðinu, en já, það þarf nú reyndar að breyta aðalskipulagi og kalla það sem að ferli, því við erum kannski vanar að vinna bara með deiliskipulag og breytingar á aðalskipulagi er kannski rosalega tíðar. Þannig að ég held að þetta einmitt fyrsta skrefið í því að fara svo í frekari samræður og samráð og hugmyndavinnu það hvernig best er hægt að nýta þennan reið. Ég fór líka yfir það og ég held að við höfum bara verið hreinskilin með það að þarna eru lóðir sem bærin á. Þær eru einhvers virði og við þurfum gjarnan á fjármunum að halda. Við höfum auglýst þessar lóðir og hugmyndin á baki það að fjalla sérstaklega þessa lóð er svo í framhaldinu gætum við auglýst þessa ákveðnu lóð og séð hvort það sé markað fyrir hana undir íbúðum. Og þarna erum við að fjalla um eignir bæjarins og sjá hvort við getum gert þær að einhverju verðmætum sem hægt er að nýta þá hér í frekari uppbyggingu. Ég er nokkuð sannfærð það að þessi svona breyting væri ekki til hins verra fyrir þetta hverfi og eins og ég sagði hérna áðan, jafnvel gæti það gagnast íbúunum að hafa frekar íbúabyggð fyrir aftan sig heldur en það sem gert er ráð fyrir í aðalskipulagi og deiliskipulagi, það er að segja verslun og þjónustu. En ég hef nú þegar fengið tölvupósta og annað eftir að hafa sett þetta hérna inn á Facebook síðu íbúana, því að ég líka, það er ekki eins og hverjum degi við sem að stíga þau skref að leggja til svona óverulega breytingu á aðalskipulagi, frekar en svo sem verulega breytingu.
Og þegar við áttum okkur því þetta ekki að fara í hefðbundna auglýsingaferli, þá fannst mér ástæða til þess að láta íbúana vita með einhverjum hætti og setti þetta þarna inn. Eins og ég sagði áðan, það var nú ekki komnar, ég er reyndar ekki búin að lesa allt yfir, þá allavega umræðan sem skapaðist fyrst var nú ekki beint þessa tillögu, heldur eitthvað annað í hverfinu. Og það engin launung að það svolítið hiti í íbúum Kríkahverfis, allavega þeim sem hafa verið í sambandi við mig og þeim sem hafa tjáð sig á Facebook og þá það nú aðalega þetta margumrædda torg sem ekki almenn sáttum og við héldum hér nokkra fundi skipulagsnefnd með íbúum þarna og reyndum að setja það svona í ákveðin sáttafarveg og vinna þarna með íbúum að tillögu. Það skemmst frá því að segja að það gekk ekki nógu vel, við sýndum svolítið í strand með það. Það voru jafnvel uppi hugmyndir hjá okkur í nefndinni að geta sett einhverja tillögur í íbúakosningu. Forseti, ég biðst afsökunar að ég fara aðeins út fyrir efni en ef ég fæ aðeins að taka bara heildarhagsmuni hverfisins undir. Þú verður að reyna að halda okkur við dagskrána. Já, ég skal reyna að gera það. Þannig að það voru ákveðnar hugmyndir þar uppi sem sigldu svona aðeins í strand en það auðvitað nauðsynlegt að leysa úr þeirri flækju og þið kannski hafið séð það á tillögunni sem var til umræðu hérna í sumar þenni ákveðna reit að þá var torgið tekið líka inn í þá mynd og þá var skipulagsfulltrúi að reyna að finna svona einhverja leið, hvernig væri bara við auglýsum þetta með þá breytingun á torginu og sjáum einmitt hvaða athugasemdir við kunnum að fá í því og hvort það sé hægt að fara að lenda þessu máli með einhverjum hætti. Ég þarf að segja post í dag frá einum íbúa hverfisins sem hafði verið í samskiptum við mig og ég myndi bara óska eftir því að fundað yrði með íbúum Kríkahverfis og var með tillögu að svona ákveðnum hóp sem að hann getur verið í forsvari fyrir og vildi gjarnan koma á fundi mig og okkur og ræða þessi málum. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að ef að ég skil fulltrúa Samfylkingarinnar rétt að þá snúist þetta svolítið að þau vilja að íbúarnir geti komið sínum vilja á framfæri og sínum skoðunum og sjónarmiði og maður nú búin að verpa þessu upp á þennan vettvang Facebookina og þá sér maður umræðan skapast greinir eitthvað annað, þannig ég held að sé nú kannski bara tímabært að við fundum aftur með íbúum hverfisins bara almennt og þá geti þessi tillaga verið undir svo önnur tillaga sem lítur á torginu sem við þurfum nauðsynlega að leysa með einhverjum hætti og væri mjög æskilegt að vera hægt að gera það í einhverju samstarfi og sátt við íbúa í hverfinu en þar virðast líka vera mjög skiptar skoðanir. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að það hugnast fulltrúum Samfylkingarinnar að við gerum það með þeim hætti að skipulagsnefnd fundi með íbúum og það sem fjalla verði þessa tillögur og hvað við erum að hugsa í framhaldinu með þetta hverfi og þróun þess. Sigurður Björnsson. Já, ágæti forseti. Ég verð að segja bara eins og mér finnst eins og ég sé stödd hérna í leikhúsi fáránleikans að heyra það að meirihlutinn sé hér að breyta aðalskipulagi án þess svo sem að hafa hugmynd hvað alltaf að gera við þennan skika sem þeir eru að breyta finnst mér bara með miklum ólíkindum. Ég bara ábar ekki orð yfir svona stjórnsýslu, þið verða að fyrirgefa. Mér finnst þetta bara fáránlegt og ég hef á tilfinninguna að ég sé stödd hérna einmitt í leikhúsi fáránleikans. Ég hefði gjarnan viljað fá svör frá Bryndísi það hvaða rök eru fyrir því að breyta þessu. Hverjar eru ástæðurnar fyrir því að breyta miðbæjarskipulagi á þennan hátt? Hvaða afleiðingar hefur sú breyting á miðbæinn yfir höfuð, á þetta miðsvæði yfir höfuð og við þurfum áður en að lengra er haldið í þessum skipulagsbreytingum bara hreinlega að fá á hreint svör við þessum spurningum. Það er alveg tvímælalaust besta leiðin sem hægt er að velja til þess að losna við að íbúar taki þátt í verkefnum samfélagsins. Það er að skilgreina þessa breytingu á aðalskipulagi sem óverulega breytingu. Ég hugsa að það hafi kannski verið líka tilgangurinn með því að skilgreina þetta með þessum hætti og mig langar að skora á meirihlutann að endurskoða það og í rauninni að
lýsa yfir ánægju minni með tillögu Samfylkingarinnar að meðhöndla þetta sem óverulega verulega skipulagsbreytingu frekar en hitt. Mig langar að þakka Ólafi Óskarsyni fyrir að minna á þessa umræðu sem átti sér stað á síðasta bæjarstjórnarfundi, þar sem að framkom að það er meirihluti sem tók ákvörðun að fara í þessa skipulagsvinnu án þess að bera það undir nefndir og ráð bæjarins og setti fólk í vinnu við að gera skipulagsbreytingarnar. Ég tel það alveg afleita stjórnsýslu og vona að hún heyri hér með bara sögunni til svona stjórnsýsla. Og að lokum þá langar mig að bóka, eða ég kannski að gera í lok þessari umræðu. Það er þín ákvörðun. Já, ok, þá bara bóka ég. Og hún hljómar svo sem sagt bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar lýsir furðu sinni á þeim vinnubrögðum að fyrir fundi í bæjarstjórn skuli liggja tillaga breytingu á aðalskipulagi við Sunnukrika án þess að fram fari greining á því hvaða áhrif breytingin hefur á skipulag miðsvæði, samgöngur og mannlíf í Krikahverfi. Ekki verður betur séð en að tillagan styðji fyrri ábendingar íbúðarhreyfingarinnar að það skorti allar heildarsýn í skipulagsmálum í Mosfellsbæ. Íbúðarhreyfingin gerir líka verulegar athugasemdir við að formaður skipulagsnefndar skuli á síðasta bæjarstjórnarfundi, og ég bara hvet hana til að hlusta á upptökuna, hafa látið í veðri vaka á breytingar á skipulagi Krikahverfi væru einungis á umræðustigi og að ekki yrði annað að neinu. 3 vinnudögum síðar er málið komið á lokastig og tillaga aðalskipulagsbreytingu komin full unnin inn á borð skipulagsnefndar. Íbúðarhreyfingin mótmælir svona vinnubrögðum og hvetur formanninn til heiðarlegra samskipta í bæjarstjórn. Íbúðarhreyfingin skorar á DV-lista að meðhöndla breytinguna sem verulega breytingu á aðalskipulagi og veita með því íbúum í hverfinu rétt til aðkomu að skipulagsvinnu. Anna Sigurðardóttir. Og ég kom að biðja orðið. Þegar ég spurði þig, ég skildi þig þannig að þú væri að biðja orðið, en það er kannski bara misskilningur. Þá ætla ég ekki að sjálfur vera orðið ef að... Má hann taka orðið fyrir mig hérna? Já, en ég ætla þá bara að tala hérna aðeins fyrst. Ég ætla að gefa sjálfur mér orðið og það vill þannig til og hátta þannig til í okkar ágæta landi að það eru lög og reglugerðir sem gilda skipulagsmál. Og ég minni á að minn skilningur á afgreiðslu þessa máls í skipulagsnefnd á þann veg að skipulagsnefnd hafi verið sammála að þessi tillaga færi til bæjarstjórnar og áfram til skipulagsstofnunar til þess að fá leiðsögn það hvort að þetta væri rétti skilningur, að þetta teldist óveruleg breyting eins og ráðgjafar og starfsmaður og skipulagsfulltrúi bæjarins töldu að var að ræða. Og það sú stofnun sem vélar það og fer yfir það hvort að þetta teljist vera óveruleg eða meiri háttar breyting eða ekki. Síðan kemur svo úrskurður og að sjálfsögðu myndum við hlíta því, telji þeir fagmenn sem þar eru svo vera og að þeir eru þá sammála þeim ráðgjöfum sem við erum í vinnu hjá okkur og það verður þá niðurstaða. Þannig að hafa stór orð að hér sé meirihlutin að gera eitthvað þar sem að skipulagsnefnd var sammála í sínum málflutningi. Það var enginn sem greiddi atkvæði gegn þessu tillögu, enginn satt hjá að sjá á þeir pappírum sem að koma frá nefndinni til okkar. Þannig bara aðeins þannig vegna þess að mér finnst stór orð falla hérna í þessari umræðu að það sé svona rétt að halda þessu til haga. Það getur vel verið að einhver hafi sofnað á verðinum og ætla að hugsa og meinti eitthvað allt annað þegar hann satt skipulagsnefndarfundinn, en þá þurfum við bara að
viðurkenna það ef að einhverjir telja að sínir fulltrúar hafi ekki verið með rétta málflutning í nefndastarfinu í þessu. Það sem mér finnst svo athyglisvert svona í ljósi þess að þetta virðist vera samdóma álit nefndarinnar til bæjarstjórnar, og það það sem að svona trufla mig aðeins í þessar umræðu vegna þess hvað falla hér svona þung orð þessa afgreiðslu skipulagsnefndar og að bæjarstjórnin ætli hugsanlega að fallast á niðurstöðu skipulagsnefndar. En Ólafur Ingi. Takk Kosti. Fyrst út á orðinu Tínu hér áðan. Ég minna, og kannski þarf ekki að minna það á það, að skipulagsnefndir svo aðra nefndir bæjarins eru til ráðgjafar og okkur alveg fullkomlega heimilt að hafa krafist á skoðun aðra heldur en þar kemur fram. Alveg saman hvernig það rætt í nefndinni. Ég ætla ekki að vera með stór orð, ég held ég hafi ekki verið með mjög stór orð áðan, mér fannst það þetta ekki. Og held að vonað þú hefur ekki verið að vitna til mín. Við höfum ekkert verið að, í sjálfu sér, ef að þið hafið heyrt hlustað eftir málflutningi okkar, þá höfum við í sjálfu sér ekkert verið að fara út í lagatúlkanir. Við erum ekkert að túlka, við erum ekkert að leggja okkur fram með það að túlka lögin, það telst meira að vinna okkur. Við erum einfaldlega að tala það að leyfa þessu íbúum að fá að njóta þessu vafa að þetta séu meira átt að breytingar ræða. Það ekkert alveg til því, sko. Það sem raunverulega búið að ræða þetta það, jú, þetta tekur þá örlítið lengri tíma. Erum við í einhverju kapphlaupi eða hvað að gerast? Nú, aðeins langar við að ræða hér að því að formaður Bryndís Haraldsdóttir vitnaði hér í fjárheimildir og fjárhagsáætlun. Þá það nú þannig að fjárhagsáætlun náttúrulega rammar inn þau útgjöld sem við munum fara í á næsta ári. Og þó svo að það sé tilgetið einhverju fjárhagsliðir undir einhverju samheiti, þá ekki heimilt að ráðstafa peningum í þá nema samþykki sveitarstjórnin liggi fyrir. Það alveg klárt mál. Það hljóta að vera allavega í meira háttar verkefni. Allavega það minn skilningur af því. Það þurfi að liggja einhver áætlun það fyrir í hvað það var ráðstafa peningum. En það líka til við sem heitir óráðstafa. Sérstakur. Mér finnst svolítið eins og bæjarfulltrúi Theodór minntist hér á það, hann talaði mikið að við ætlum að gera hitt, prófa þetta, en hann minntist ekkert á það hvort það veri rétt að spyrja fólk. Mér finnst alltaf bara að fá álit hjá fólki. Það getur vel verið að allir séu bara ánægðir með þetta, og þá það bara niðurstaða. Við erum í sjálfu sér ekkert endilega á móti þessu í samhengi. Við viljum einfaldlega bara að við vinnum bara út á lýðræðislegri hátt eftir að við höfum gert og tölum við fólk og fáum að heyra álit þess, tökum síðan ákvarðanir, byggt á því hvað fólk hefur málið að segja, íbúar, bæjarins. Takk fyrir. Sigurður Björnsson. Ágæti forseti, út frá þínum orðum langar mig að segja út á undræði á því að það sem fram hefur komið hjá íbúahreyfingunni í bæjarstjórn hafi ekki komið fram á skipulagsfundi. Við höfum rétt til þess sem bæjarfulltrúar að tjá okkur öll þau mál sem okkur langar til að tjá okkur og koma málefnum sveitarfélagsins við. Nú það ekki svo að íbúahreyfingin sé alfarið á móti því að gera einhverja breytingar á þessum á skipulagsskilmálunum. Það þarf hins vegar, ef þeim breytt, það þarf að gera það mjög vel íhuguðu máli og það þarf að gera það faglega.
það þarf að færa rök fyrir þessum breytingum, það þarf að gera grein fyrir hvaða afleiðingar þær hafa og svo framvegis. Og við þurfum líka, af því að þetta er skipulag, þá þurfum við líka hugsa inn í framtíðina. Hvernig erum við að ráðstafa miðbæjarlóðunum? Erum við að koma í veg fyrir kannski einhverja uppbyggingu hér á miðsvæði í framtíðinni? Erum við að taka tillit til þess að íbúum fjölgar svo mikið og hérna, við þurfum að bara einfaldlega skoða heildarmyndina og það er ekki gert með þessu af því að þetta er þetta mikilvæga svæði, þetta er miðsvæði, þetta er mikilvægasta svæði bæjarins, þá finnst mér að það þurfi að gera þetta allt saman á mjög faglegan og vandaðan hátt og ekki bara hlaupa upp til hand og fóta í þeirri von að selja kannski einhverjar íbúðir, lóðir þarna í þessu kreppu ástandi sem að hér hefur ríkt. Ég held að stundum þá borgar sig líka bara að vera þolinmóður og hérna bíða eftir réttu aðstæðunum í samfélaginu til þess að selja þá lóðir á réttum tíma og fá þá kannski eitthvað meira fyrir þær og svo framvegis. En ég hef sem hérna bæjarfulltrúi fyrsta rétt til að segja mínar skoðanir og ég ætla bara að halda því áfram. Mér langar að benda ykkur á máli mínu til stuðnings að benda á hérna fundargerð umhverfisnefndar sem við erum að fara að tala um hérna á eftir. Það eru nánast öll málin sem þar eru og það eru 10 mál á dagskrá. Þau eru nánast öll til kynningar. Það er hlutverk sem sagt umhverfisnefndar virðist vera svo sem ekki neitt, samkvæmt því. Að það skuli bara vera tekin fyrir einhver mál í 10 málum sem eru þar til kynningar. Það svona segir svolítið mikið hvert vægi nefndanna er í ykkar augum. Og stundum heyrist mér á Theodor Kristjánsinni að það væri bara eiginlega óhægt að leggja þessa bæjarstjórn niður. Hún er ekki til neins. Hvernig í ósköpunum af hverju í ósköpunum við séum að skipta okkur að hinu og þessu sem að fagnefndir eru búnar að afgreiða svona og hinsegin og svo framvegis. Við erum einu sinni í bæjarstjórn og okkur sem kjörnum fulltrúum, okkur ber að haga okkur eftir eigin sannfæringu. Og það geri ég og ætla að halda áfram að gera. Anna Sigurður. Ég kem undir þessu sama máli. Ég kem upp vegna ummæla forseta allrar bæjarstjórnar. Það sem að í hans máli kom fram að ég velji orðið mjög vel af því ég vil heldur ekki vera með eitthvað gíður inn í garð forseta okkar allra. En hann talaði sem ég fannst nú dálítið furðulegt að ef að nefndarmenn væru ekki með rétta skoðun, og hann sagði rétta skoðun því ég hraðreitaði það niður eftir honum. Nefndarmenn eru ekki með rétta skoðunin og fundum, þá furðar hann sig á því að kjörnir sveitarstjórnarmenn sem hafa skyldu til þess að kynna sér mál og greiða og taka þátt að einhverju umræðu og greiða atkvæði í samræmi við sína bestu samvisku, það að forseti bæjarstjórnar, ég ætla bara að segja, leyfi sér að tala svona, ekki bara til okkar kjörna fulltrúa, heldur líka til þess fólk sem situr í nefndum, ráðgefandi nefndum sveitarfélagsins, leggur sig allt fram, á einhverjum tímapunkti eru mál afgreidd út úr nefndum, það geta alls konar hluti gerst.
Og auðvitað höfum við, ræðum bara Samfylkinguna, auðvitað höfum við rætt þetta mál við okkar fulltrúa. Hann veit fullvel hver okkar málflutningur hér í dag kannski ágæti forseti okkar allra. Þetta bara dæmi það að þetta mál ber dálítið brátt að. Og ég ætla líka að nefna eitt annað ágæti forseti okkar allra, að oddviti Sjálfstæðismanna hefur margoft lýst því yfir að það að skipta skoðun sé ekki neikvæður hlutur út af fyrir sig. Með betri upplýsingum, meiri íhugun, þá breytir maður stundum skoðun. Og ég bara endurtek, við berum fyllsta traust til okkar fulltrúa í skipulagsnefnd, en jú, það þannig, það má skipta skoðun og endanlega ábyrgðin okkar, ágæti forseti. Rétt skoðun eða röng. Bryndís, hvað svo Já, forseti, ég bað hér orðið áðan þegar bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir kom hér upp í fyrra skiptið og var hér bæði með spurningar og áskoranir til mín. Annars vegar var hún með spurningum hver væri rökin fyrir breytingunum og hins vegar hvað afleiðingar hefur þetta á miðsvæði. Ég tel mig hafa margoft farið yfir það hér í ræðustóli, einmitt svara þessu spurningunum, bæði rökunum fyrir þessum breytingum og hvað afleiðingar þetta hefur á miðsvæði. Og hún kom svo upp hér síðast og var að velta fyrir sig að svona mál þurfa vel í grundu, það þurfa að vinna þau faglega, þetta sé skipulag sem er hugsað inn í framtíðina og það þarf að koma erum við að koma í veg fyrir eitthvað sem seinna getur orðið. Skoða sem sagt heildarmyndina. Ég bara fullyrði það að það sem við höfum verið að gera í skipulagsnefnd og það forseti, á ég að gera fínt á máli mínu. Nei, það er bara aðeins að koma inn í veg fyrir að velti hljóma vél. Þá held ég áfram. Það einmitt það sem við í skipulagsnefnd höfum verið að gera. Og við höfum hér verið að fjalla miðsvæði, sérstaklega. Við fengum hingað á fund til okkar í byrjun sumars, líklega í júní, frekar í maí, höfund miðbæjarskipulagsins, eða ráðgjafans okkar í því, og einmitt fórum að fjalla miðbæjarskipulag. Og það alveg skýrt að hann sýnir svo að við höfum frekar að þétta byggðina í miðbænum og í kringum miðbænum. Og alveg svo ég fór yfir hérna í ræðinni, það það sem við höfum fengið að heyra frá arkitektum og okkar sérfræðingum alla tíð. Þannig að mitt svar mjög skýrt í þessari spurningu. Ég held að svona breyting sé til bóta fyrir miðsvæði Mosfellsbæjar og þar af leiðandi fyrir alla íbúa Mosfellsbæjar. Og þá komum við kannski líka inn á það sem bæjarfulltrúi Ólafur var að koma hérna inn á, varðandi það hvort við ættum að auglýsa þetta og þá horft kannski fyrst og fremst til íbúa Kríkarhverfis sem að auguljóslega hafa kannski mikla skoðun á málinu og eru að koma sínu á framfæri með þeim hætti til dæmis í gegnum Facebook, að þá þetta auðvitað mál sem skiptir alla íbúana máli, ekki bara íbúa Kríkarhverfis. Og þess vegna verð ég að segja það að mér finnst býsna langt seilst hjá bæjarfulltrúa íbúahreyfingarinnar þegar hún sakar mig hér óheiðarleika í samskiptum. Mér finnst það býsna langt seilst, sérstaklega þessum ágæta bæjarfulltrúa. Ég fór ítrekað yfir þetta í ræðustól hérna fyrir 2 vikum síðan. Ég sagði að við værum að vinna með þessa tillögu inn í nefndinni og ég boðaði mitt lausn á því máli. Þetta var það sem ég hafði hyggju. Mér fannst rétt að ræða það fyrst inn í skipulagsnefnd áður en ég færi að tala það hér í ræðustóli hérna inn í bæjarstjórn. Ég ætla líka að taka fram að skipulagsfulltrúinn sendir yfirleitt út deginu fyrir skipulagsnefndafund fundarboði með drög að bókunum fyrir þann fund. Þannig að fundarmenn geti betur átta sig á því hverja verða líklegar afgreiðslur á fundinum. Og það stendur meðal annars í þessu fundarboði nákvæmlega þessi bókun sem svo var samþykkt. Það að segja að við værum að leggja til þessa breytingu. Ég hef fullan skilning á því að fólk getur skipt skoðun og það algjörlega sjálfsagt. En einmitt vegna þess að við höfum oft rætt fagnefndirnar okkar og að vísa inn í fagnefndir, að þá bara ítreka í það að fagnefndin okkar í skipulagsmálum hefur farið yfir þetta mál og þetta var hérna tillaga. Það kann vel að vera einhverja fulltrúar í nefndinni hafi skipt skoðun núna, en þá vil ég líka velta fyrir mig hvað það sem við erum að fjalla þetta og erum við kannski komið svolítið langt út fyrir efni. Og þegar bæjarfulltrúi Sigrún Pálsdóttir segir hér komið fullbúin tillaga inn í nefndina nokkrum dögum eftir síðasta bæjarstjórnarfund, þá veit ég ekki alveg hvað hún á við með því þetta fullbúin tillaga að minniháttar breytingu á aðalskipulagi. En þetta ekki fullbúin tillaga af því sem við vorum að fjalla á síðasta bæjarstjórnarfundi, sem voru byggingarnar 3 hæðir, 7 hæðir eða ákvaða byggingar. Og það það sem ég var að fara yfir hérna á. Það á allt eftir að koma í deiliskipulagi.
Og þá líka miklu eðlilegra að þá komi athugasemdir frá íbúum og við væntum það, yfirleitt það þannig að íbúar hafa ekki ofboðslega mikið það að segja eða ekki voðalega mikla skoðun á því að þeir eru að vinna stóru myndina í aðalskipulagi. Við þekkjum það þegar við tókum aðalskipulagi hér til endurskoðunar, við fengum ekki sérstaklega margar athugasemdir. En þegar við erum að vinna deiliskipulagi inn í þínu hverfi, nálægt þínu húsi, þá hefur fólk gefið miklu meiri skoðun. Og við erum ekki komið þangað ennþá. Þannig að ég ítreka það, mér finnst mjög bagalegt að heyra hér og ég sé söku einhvern óheiðarleika í samskiptum. Ég taldi mig fara mjög skýrt yfir þetta á síðasta fundi. Ég gerði það líka hér í skipulagsnefndinni og við fórum yfir það þannig að það átti öllum að vera ljóst hvað við værum að gera, hvert við værum að stefna og einmitt það, þetta væri eingöngu fyrsta skrefið í þeirri vegferð. Alveg svo bæjarfulltrúi Theodór var að koma hér inn á áðan. Theodór Björnsson. Ég lentur á slóðum sem eru kunnulegar, snúist ekki beint máli, þetta kannski það sem sagt. Ég langar bara að byrja með það sem kom frá mig Ólafur að kannski að ég á tölum virðingu og allt það áðan í þessari fallegu ræðu, að þá kannski ég ætla að hlusta á ræðuna og hvort ég hafi sagt að ég vilji ekki hlusta á fólk. Ég hef verulega efasemdir að ég hef sagt það. Þannig ég vona að þú hlustir á það líka og svo kannski komum við hérna á samastað og klárum það þá. Hitt að ég get tekið undir í fyrsta skipti í langan tíma, nei, ég hef tekið undir áður með Sigrúnu, að mér finnst ég vera í leikhúsi Fáránleikans og það komið á annað ár. Ég er kannski ekki með stórt hlutverk þar, en sannarlega upplifið þetta stundum sem þetta leikhús. Þá ætla ég að gefa sjálfur mér orðið. Ég hef greinilega ekki talað nógu skýrt á hann. Fyrst að Anna Sigríður svona óhress með mig. Ég var fyrst og síðast, eins og ég tók fram í upphafi, að undrast umræðina í ljósi samt hvað það væri tekið sterkt til orða umræðina og þessa tillögu nefndar. Eitt að skipta skoðun og allt það, góðra gjalda vert, en þegar það tekið mjög sterkt til orða, þegar það kemur svo inn á borð bæjarstjórnar, það sem samdóma álit einhverja nefndar, að það sé verið að taka mjög sterkt til orða það að hugsanlega verði niðurstaða viðkomandi nefndar samþykkt. Það er það sem var átt að vera grunninntakið í mínum málflutningi og það getur vel verið að mér var orðið fótaskortur á tungunni í einhverju því sem ég sagði, en mér fannst það vera nokkuð ljóst að það var þetta sem ég byrjaði á, að tala það að ég undraðist hversu sterkt væri tekið til orða í ljósi þessara hvernig afgreiðslunum hafði verið að hátta. Og það er það sem ég undrast enn. Það er alveg sjálfsagt að skipta skoðun, en þá kannski orðu við hlutina með hóflegri hætti og það kemur þá heldur en að hefur orðið í hlut af umræðinni hér í þessu máli. Arnór Björnsson. Já, forseti, hér hefur margt verið sagt. Mínum mati misgáfuleg. Það og þá má ég vitna einn til þess að bæjarfulltrúar mega hafa sína sjálfstæðu skoðanir. Þetta er bara mín sjálfstæða skoðun á því. Ég ekki að fara nánar út í þá umræðu. En það var mér sátt af dálítið að sá málflutningur sem hefur hafður gagnvart skipulagsnefndinni og þá sérstaklega formanni hennar, Bryndísi Haraldsdóttur, vegna þess að ég þekki enga manneskju sem hefur eins mikinn áhuga því að hlutir séu faglega og vel undirbúin og vel undir. Mér hefur reyndar, geta alveg viðurkennt að stundum þótt, einstöku sinnum, skulum við segja, þótt nóg ég kannski stundum aðeins hraðar í mínum verkefnum en getur líka þá stundum orðið örlítið á. Þannig að það að fer á hratt þá
aukast líkur á mistökum, tek undir það. En í þessu máli finnst mér sá málflutningur algjörlega út í hratt. Vegna þess að það sem að Bryndís fór hérna ágætlega á síðasta fræðifundarfundi var að þetta mál væri ennþá til skoðunar. Það sé að sú tillaga, sú deiliskipulagsbreytingartillaga sem lögð var fram í skipulagsnefnd að væri að ræða íbúðarhúsnæði og atvinnulóð eða þjónustulóð við Sunnuhlíka og jafnframt farið gerðar breytingar á hæð húsa, einhverju leyti þó að það væri svo sem ekki verulegar, en þá var það þess eðlis að það þurfti að auglýsa deiliskipulagið á ný. Til þess að síðan að sé hægt að ræða þetta á þessum nótum kemur tillagan í skipulagsnefnd að skilgreiningu svæðisins verði breytt með óverulegum hætti, þannig það sé möguleiki að fara í þessa faglegu umræðu það hvort að skynsamlegt sé að þarna verði blanda af íbúðum og atvinnuhúsnæði. Svo umræða var öll síðan eftir að fara fram. Og mér þykir líka dálítið skrítið þegar að tala aðkomu íbúa sem að ég fagna mjög þegar að formaður skipulagsnefndar gefur með þá tillögu sem ég held að reyndar hafi nú verið búin að velta fyrir sér áður að funda sérstaklega með íbúum þessa hverfis. Það er miklu lýðræðislegra og miklu meira samráð fólki í því heldur að auglýsa einhverja breytingu og skilgreiningu og miðsvæði í stjórnartíð eða hengja það niður á töflu hérna niður. Við vitum alveg áhuga íbúa á slíkum auglýsingum, þannig yfirleitt mjög lítill. Það er miklu affarasella og miklu meira samráð fólki í því að hitta íbúana sjálf. Við eigum að sjálfsögðu að fara eftir lögum og reglum með þessu og láta skipulagsstofnun kveða á það hvort að hér eru verulega og óverulega breytingar skipulaga. Í millitíðinni held ég að sé mjög klokkt að hitta íbúana og ræða þetta við það. Heyra þeirra sjónarmið. Fara yfir hvað þarna er verið að tala og hvaða áhrif það hefur á hverfið. Bara í mínum huga getur málið ekki verið lýðræðislega en það. Og þannig að en sko mín persónulega skoðun er svo, ég get alveg upplýst hana, að mér finnst mjög áhugavert að skoða mjög gaumgæfilega hvort ekki sé skynsamlegt að á einhverju hluta þessa svæðis og þá með þetta svæði næst skólanum, næst innkomin í hverfinu þarna megin frá koma helst til greina að það verði íbúðar. Það er ljóst að, eins og kom hérna fram á hann, að það er búið að við erum búin að vera með þessar lóðir, atvinnulóðir til sölu mjög lengi, það hefur ekki verið eftirspurn eftir þeim. Og ég hugsa sko að þessi hluti svæðisins sé síst til þess fallið að eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði myndist, því að hann er ekki í sýnileika því að búið að byggja hinnalóðurnar upp við Vesturlandsveginn, hann er vestri nándinni við íbúðahverfið og þannig að það er ýmislegt sem að mælir með því að þarna sé hægt að gera þetta með þessum hætti. Auk þess eins og hefur komið fram það án efa hjálpa sveitarfélaginu fjárhagslega sem ekki veitir af þegar rekstrarkostnaður sveitarfélaga hækkar mjög hratt þessi misseri og getur líka orðið þess valdandi að við getum þjónustað íbúana okkur betur bæði með betri þjónustu og sterkari innviðum. Þannig að mér finnst máls tilbúnaðurinn þessu mjög skynsamur og mjög lýðræðislegur. En ég myndi nú vilja kannski forseti að það hefur gert fundarlega, því að það þarf kannski að ræða, við þurfum kannski að fá að ræða þessa tillögu í okkar hóp. Já, ég er líka. Ég er okkar að svara á það það eru margir búin að tala hérna oftar en tvisvar og ekkert allir og sumir hafa verið að svara því sem að tilheyrir eru beint og
og það hefur ástæðan fyrir að tala oftar. En það eru 2 sem hafa óskað eftir að taka til máls og ég óska eftir því að það verði stutt eins og fram hefur komið og við förum svo að reyna að ljúka þessar umræðu. Ég held að það sé allt komið fram sem að er að ræða og það liggur nokkuð ljóst fyrir. Hér liggur líka fyrir tillaga og tillaga til vara og liggur fyrir bókum. En Sigurður Björnsson. Já, ágæti forseti. Eftir því sem að mér skilst þá var á þessum skipulagsfundi ekki verið að tala um þá hluti sem að ég hef verið að ræða hérna og þess vegna ekkert spursmál það hvort fólk hafi breytt skoðun eða ekki skoðun. Það sem að ég hef verið að tala um hérna eru vinnubrögðin í kringum þetta mál og ég hef gagnrýnt þau en það finnst mér þau ekki vera til sóma og það bara mjög mikilvægt að við vöndum okkur í okkar vinnubrögðum en í rauninni það sem ég var að tala um það kom sáralítið sem ekkert inn á það sem að verið var að ræða í skipulagsnefndinni og í rauninni hef ég sem bæjarfulltrúi ekkert á móti því að breyta þessu í íbúðabyggð en ég vil ekki breyta í íbúðabyggð fyrr en að við ákveðnar upplýsingar liggja fyrir. Þessar upplýsingar liggja ekki fyrir, við þurfum ekkert að breyta aðalskipulaginu heldur fyrr en að við erum búin að taka þessa umræðu á grundvelli allra upplýsinga sem mögulegar eru til þess að gera þetta góðri ákvörðun. Anna Sigurður. Já, forseti, ég þekki að mörg orð, það var aðeins að koma með smá ábendingu til okkar ágæta bæjarstjóra. Hann talar um að það sé lýðræðislega að halda fundi og það örugglega rétt hjá hann, en reyndar held ég hann hafi ekki verið úrskurðað það, hann var að segja sína skoðun á því og ég ætla bara að fá með leyfi forseta að lesa þetta örlítið upp úr skipulagslögunum. 36. grein, nú telur sveitarstjórn að gera fyrir breytingu á gildandi aðalskipulagi og fer þá málsmeðferð eins og gerð aðalskipulags sé að ræða. Þá fer ég í þá grein sem 30. grein. Áður en tillaga aðalskipulagi tekin til afgreiðslu sveitarstjórn skal tillagan, forsendur hennar og umhverfismat þegar við á kynnt og hlustuðu nú íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum á almennum fundi eða á annan sveitarfélaginn hátt. Þannig að þarna erum við komið með fundin sem við okkur langar til að mæta. Ólafur Ingi Gjörsson. Ég bara þess að út á orðum Theodórssonar, ég ætlaði ekki að leggja honum orðið í munn, það var ekki þannig segjað, ég var einfaldlega að draga saman það sem ég fannst að vera að segja. En það var alveg klárt að ég var ekki að hafa orðið eftir. Og svo í annar stað þá vona ég að það sé ekki verið að ásaka mig það að draga faglega hæfni formanns skipulagsnefndar ég hef mjög algjörlega fjall. Kristín Versson. Haraldur Gjörsson. Já, bara östumt, við erum búin að ræða þetta nóg. Bara ítreka það að það ekki verið að breyta þessu svæði í íbúðabyggð. Það verið að leggja til óverulega breytingu að mati skipulagsnefndar á aðalskipulagi þannig að það sé að hafa þarna hugsanlega blandaða byggð, blöndu, íbúða og atvinnumarkaðar. 100 íbúðir á öllu þessu svæði, það svona einbýlishúsabyggð nánast, þetta töluvert stórt svæði, þannig að það illa að fara með landið ef 100 íbúðir ætti að rúmast fyrir á þessu saman. Það myndi kannski geta rúmast fyrir 300 íbúðir ef að menn fullbyggðu þetta svæði með fjölbýlishúsum. Þannig að það ekkert verið að tala þetta þeim nótum. Og síðan varðandi það sem að annars ég las upp úr lögunum, það á við verulega breytingu á aðalskipulagi. Þannig að ég ítreka fyrir ósk mína fundalið. Það er komið frá óskum fundalið, það er